Komið sæl og verið velkomin í 10. umferð Georg-deildarinnar. Kóka-Króli heiti ég og verð með ykkur hérna í kvöld. Með mér hins vegar hinn eini Sanni Fenrir. Velkomin aftur í stúdíóið. Takk kærlega fyrir það. Mikið óbúslega gaman að fá að vera hérna hjá þér í kvöld. Það ekki? Við erum náttúrulega með 10. umferðina núna í gangi. Seinustu umferðina og allt í vændum. Þetta snýst allt í kvöld. Allt, það bara bókstaflega þannig. Allt fyrir playoffsin sem verða 30. nóvember. Það ráðast núna í kvöld hvað mun setjast. En ef við ekki bara byrja á því að henda okkur í að sjá hvernig deildin er. Jú, endilega. Við skulum líta á deildina. Deildin hérna, eins og við sjáum, OGVAF er í fyrsta sæti með 18 stig, Þórsarar í öðru sæti með 14 stig, Dusty þar á eftir með 10 stig, 3-5-4 og Ravík sitja jöfn hérna, ekki jöfn, með 3-5-4 með 6 stig, Ravík með 4 stig og Kvikk með 2 stig. Kannski svona helsta sem við erum með í kvöld er það bara hvað gerist á milli botliðan og okkar Ravík og Kvikk. Það er svona helsta. Hvað mun ráðast, hvora liði sé að fara að detta beinustu leið í fyrstu deildina eða næra að halda sér svo að spili við annað sæti í fyrstu deildinni. Það er náttúrulega 2 stig þarna á milli og ég meina ef að Ravík tapar og Kvikk vinnur, ég meina þá er alveg séns að Ravík detti niður fyrir það sko. Þá erum við að horfa náttúrulega á pluss-mínustölu en hún getur verið jöfn og þá erum við minnum að horfa á Er það ekki innbyrðis viðregnir? Innbyrðis viðregnir. Jú, mikið og rétt. þar held ég að við kannski bara ef við lendum á því þá höfum við það í huga en Oatking vikunar. Úlala, Oatking vikunar, Oatking er náttúrulega okkar helsti styrktaraðili. Oatking vikunar núna í þessari viku er engin annar heldur en hinn Vano vígalegi. Vano með hérna 1,25 mörk, 1,25 stóðsendingar og 570,25 meðaltal í skori, í stigum. Til hamingju Vano fyrir að vera Oatking vikunar. Kannski ég segja á ensku fyrir Vano er náttúrulega frá Þýskalandi. Ég man ekki alveg hvernig Þýskan hjá mér er fyrir ykkar slök núna einmitt eins og stendur en congratulations Vano for being Oatking of the week. Hope you enjoyed last week's games. Annað en það, ef við ekki bara sjá hvað leikir er í kvöld. Jú, endilega. Sjáum hvað veisla verður hérna. Skulum líta á það. Í kvöld erum við með leikina, byrjum við á Kvikk 3-5-4, síðan hendum við okkur í OGVAF Þór, förum í leik, förum í leik milli Ravík og Dusty í leik 2 og síðan hendum við okkur í leik 3 sem er Þór OGVAF. En ef við byrjum á Kvikk liðinu þá erum við með eins og stendur hérna á skjánum hjá okkur Vano, Alfaran, Omo og Ensign. Ég held að það sé engin spurning hvaða line-up við fáum frá þeim. Vano, Alfaran, Omo. Vano, Alfaran, Omo. Bara stóla á það. Bara gamla góða. Já. Það breytist aldrei og verður alltaf frábært. Bara virkar. Eða virkar, ekki breyta því. Það er bara þannig. Fyrir 3-5-4 eru við náttúrulega með enga aðra heldur en Munda, Crypto, Vex og Simmaval. Það er meiri rótering þarna hjá 3-5-4 heldur en er hjá öðrum liðum, finnst mér. Þeir líka bara mega við því. Þeir hafa verið óhræddir við að rótera á milli og það hefur eiginlega bara virkað. Að hafa Munda þarna og til dæmis Vex og Simma. Já. Crypto er svona held ég sé svona svo sem þeir vilja hafa sem mest inn á. Algjörlega. Þeir hafa verið duglegir að skipta veit ég á Munda og Simmaval til dæmis og það hefur bara verið að virka í rauninni. Já, eins að fá ferskar lappir eða fersk dekk inn á eins og væri gaman að kalla þetta, fá fersk dekk inn á. En ég held nú að við fáum bara, ég held að það line-up verði Mundi, Crypto, Vex. Ég held að við byrjum að Munda. Ég ætla að segja Simmi byrji. Það Simmi byrji? Já, okay. Ég held að þetta verði Crypto, Vex og Simmi. Það náttúrulega sko, Mundi er svo góður í að borða Oatking, sérstaklega út að hann er bara bulking og gym aðdáandi, ef maður mætti segja það, ræktar aðdáandi. Oatking er náttúrulega, það er með næst í 500 kaloríur í
einum pakka. Það er dálítið gott, myndi ég segja. En á þeim nótum, það er kannski... Þetta er rosalega mikilvæg leikur fyrir Quick. Já. Upp á það að gera ef að þeir ná að jafna, sem sagt Rafik núna stigu, að þá þurfa Rafik að stanna sig á móti Dusty. Það þarf að gerast og við erum náttúrulega með, það er spurning hvort að Twitch-pólið sé tilbúið, ef svo er þá ætti að koma upp hérna, nei, það kemur ekki, það er eitthvað grafíkvesen hjá okkur núna eins og er og það skal ætti að vera, nei, ok, en við byrjuðum þá kannski á meðan það er, þá byrjuðum við bara á, vilt þú byrja? Ég gæti nú bara giska hvað þú heldur. Ég gæti giska það. Sko, ég ætla að segja að það er 3-5-4 takið leikinn. Það er 3-4 takið fyrsta leikinn? Takið þennan leik bara viðregnina yfir höfuð. Já, ok, ekki bara fyrsta leik. Jú, fyrsta leik, já. En sem sagt, 3-5-4 taka viðregnina. Mér langar samt að fá leik 5. Já. Ég bara hef gaman að því að fá leik 5, en ég held að þetta verði 3-1 fyrir 3-5-4. 3-1 fyrir 3-4. Ég held að 3-5-4 takir fyrsta leik, Quick komið tilbaka í leik nr. 2. Já. En svo klárar 3-5-4 þetta. Ég ætla að vera svona hógvær. Ég ætla að vera bara alveg öfur við þig og segja Quick hafa ekkert á að tapa núna í kvöld. Bara engu. Annarkvort, ef þið tapa þá er það bara búið og þeir færi fyrstu deildina. Ef þeir vinna hins vegar, sérstaklega þeir vinna 3-0, 3-1, þá eru þeir búin að setja Rafik á afturfótinn á móti Dusty út að þá þurfa þeir að vinna. Sama hvað næstu í. Þeir geta tapa þá 3-2. Þá halda þeir sér þarna, líklegast. Já. En þeir setja þá á bakfótinn ef þeir vinna þetta. Þannig þeir hafa engu að tapa í rauninni að mínu mati. Þannig ég held að við munum fá allt annað Quickly heldur en það sem við erum vanur að sjá. Þeir mæta 100%, 150% til í leikinn, sko. Þú veist, þeir bara, svo sem bara eins og það hafa alltaf gert, þeir gefa sig allan í leikinn og reyna að klára þetta. Já. En spurning bara hversu stór biti 3-4 eru. Ég meina, 3-4 eru búin að spila mjög vel á tímabili. Algjörlega. Mér sýnist Twitch-pólið ekki hafa virkað, en þó svo er, þá minnum við ykkur á að tala í chatinu, sjá hvað ykkur finnst millumerki 3-4, millumerki QE, væri gaman að sjá hvað fólk heldur, en annars, náttúrulega, eins og ég sé, ég held að þetta verði gamla góða, ég hef engu að tapa og vinnur. Þetta verður underdog story í dag. Væri gaman. Það væri gaman að sjá það. Það væri rosalega gaman að sjá pínu underdog núna í endanum á tímabilinu. Það væri ekkert verra heldur en eitthvað annað. Nei, í rauninni ekki og væri bara skemmtileg saga að segja. Svona í síðustu umferð þessa tímabil sem búið að vera stórskemmtilegt. Það búið að vera stórskemmtilegt. Stórspurningin núna er hvort að leikmenn séu komnir í lobbyið til okkar og eru... Nei, þeir virðast ekki vera komnir í lobbyið og tilbúnir í leik. Þá kannski, sko, ef við förum aðeins yfir hvað gerðist í seinasta leik milli þessara tveggja liða, þá unnu 3-5-4 það. Þeir unnu það svo sannarlega. Hvar var það? Ég er alveg týndur hérna. Já, þeir unnu það 3-1. Þannig að þetta gæti farið bara eins og þú segir. Ég er að spá bara með hvernig síðanasti leikur fór. Já. En í staðan fyrir að hætta að spá og spöglera, ef við ekki bara sjá það. Í staðan fyrir að spá að sjá. Skulum hætta að spá, skellum okkur í þetta áður en að Fenrir myrðir mig mögulega. Það kemur ekkert óvart að þið sjáum mig ekkert lengur með hvernig Fenrir er að horfa á mig. Við erum að fara á stað í fyrsta leikkvöldsins. Þetta er æsi spennandi hérna. Nú er spurningin hvernig byrjunarliðin verða. Það er alltaf stóra spurningin hvað við fáum að sjá, en Quick-liðið alltaf búið að vera eins í rauninni. Við fáum Vano, við fáum Alfarin, við fáum Omo fyrir Quick. Við fáum Simma fyrir 3-4 og það er, wow! Fyrsta markið fyrir 3-5-4.
1-0 hérna fyrir 3-5-4 strax í byrjun leiks. Erum að vinna í grafíkinni hérna. Crypto er með boltan, Omo verst honum, fylgir boltanum fram á móti Simma. Simmi reynir að koma upp með sjálfan sig en það er bara Vano. Vano núna hvar svona, þetta er fyndin grafík. Omo er ekki að hreinsa þetta alveg og núna alfarinn sýnist mér, nei, Vano með boltan. 3-4 Crypto með frábært skot hérna, 2-0. Já, við erum að vinna í overleginu. 2-0 eins og segi fyrir 3-5-4. Omo hérna, 50 poppaði upp á 3-5-4 manni. Alfarinn verst vel á bakveggnum. Núna 3-4 ennþá með pressuna. Vano nær að verjast aðeins. Reynir að koma sinna á miðju á liðsfélaga. Nær því Omo á Alfarinn. Alfarinn með skotið. Vel varið þarna opið mark. Mista rétt hjá því. Vano með opið ennþá og 2-1 fyrir 3-4 og Quick hérna ná að minnka muninn. Hérna er það komið. Það hins vegar ennþá skortbortið þarna er að þvælast fyrir okkur. 3 mínútur 55 sekúndur eftir. Hérna eru við með það rétta loksins. Hið gamla fagra er komið í lag. Vano ákvarlega gert í loftinu. Vex nær hreins þetta út til hliðar. Alfarinn ekki alveg tilbúin í þennan bolta. Vano nýðist þarna eitthvað á Crypto. Alfarinn með boltan á móti Crypto. Crypto hefur betur í horninu. Omo nær hreins þetta í burtu. Alfarinn fylgir boltanum, reynir möstíinn. Nær ekki alveg. Vano reynir skotið. Þetta er hættulegt. Vex nær að verja hann út á Crypto. Omo heldur pressunni áfram. Crypto núna kemst ekki fram hjá Alfarnum. Vano kemur hérna í loftið og kemur hann fram hjá Simma. Nær að halda áfram með skotið og nær að jafna hérna. Quick með klærnar úti og er að gefa 3-4 hérna ekkert eftir. Vel gert hjá Vano og vel gert hjá Alfarinn. Hann truflaði þarna Vex. Vano bara að sýna af hverju hann var outking vikunar í seinustu viðuregn. Það er bara, þú mátt ekki strika út Vano. Hann er stórhættulegur í loftinu. Omo núna á móti Simma hefur betur. Crypto fer með boltan í hliðarvegginn á sjálfan sig, er í loftinu á móti Vano, fær klippið, nær tvísmendunni og sendir hana niður á Vex í bakvegginn. En ekkert kemur úr þessu eins og er. Crypto fyrstur í boltan, heldur pressunni áfram, ætlar að koma sér fyrir, nær fram hjá Omo. Alfarinn reynsar pressuna í smástund. Þá kemur Simmi Valur og heldur pressunni áfram en Vano gerir vel, fer upp á vegginn með lítið búst, setur hann fyrir Alfarinn. Heldur áfram, Crypto samt með góða snertingu. Omo heldur áfram, setur hann í hornið. Vex vinstar hérna upp á Simma. Simmi með fast skot. Vano og Alfarinn ofan ykkur öðru. Crypto reynir að koma sér fyrir. Vex er í loftinu fyrir þetta. Nei, ekki réttu skoti. Alfarinn á Omo. Omo inn á miðju. Vano ekkert búst til hann að fylgja þessum bolta. Vex hérna gerir vel, fer upp á stað, upp vegginn, er með ágætisbúst og fer fram hjá Omo. Vano þarf að verja hérna. Þá kemur Simmi, setur hann upp í vegginn og nær ekki annari snertingu. En Böpp ítir honum frá, þá kemur Omo og tekur honum fram. Alfarinn núna með stjórn á boltanum, fer upp hliðarvegginn, ætlar að koma svo á miðju á Vano. Crypto búinn að lesa. Vano fer tilbaka upp hliðarvegginn, nær fram hjá Crypto, nær fram hjá Vex. Núna bara einn eftir. Simmi missir af honum og Omo með galopið mark eftir að Vano fyrst bara ringsólar hérna í kringum alla í 3-4. Mjög vel spilað hérna hjá Quick og staðan orðið 3-2. Þvílíkt og annað eins, þvílíkur leikur. Þvílíkur leikur, byrjar náttúrulega á 2-0 fyrir 3-4 og núna Quick búinn að snúa sig alveg við. Og sitja 3-4 á bakfótinn. Vex hérna kemst ekki fram hjá Omo, þeir eru þannig saman Simmi og Crypto. Vano gerir vel, þá kemur Alfarinn og setur hann í þagnetið. Crypto setur hann fyrir upp. Þar er Omo með góða tortimingu. Vano núna setur þetta í bakvegginn á sjálfan sig. Simmi nær að hreinsa hann hratt út.
Ómó setur þetta í hornið á Alfaran sem tekur boltan upp hornið. Ekki alveg með hann á hreinu þarna. Vex og Simma, Vano ver þetta hátt og fram. Alfarinn fylgir boltanum á móti Krypto, kemst fram hjá honum, hættulegur bolti núna, Ómó í slána, en þetta fer út og Simmi nær að hreinsa hann út á Krypto. Krypto neglur honum í bakvegginn á Vano sem að hreinstar þetta á Alfaran sem að næri sig á bakvegginn á sjálfan sig, sendingin á Vano, Vano poppar sig upp fyrir Ómó, Ómó með eitt flip, með skotið, sendinguna fyrirgefðu, Vano feikar fyrir Alfaran, Alfaran næstu með opið, ekkert búst fyrir 3-4 og er að reyna að koma einhverju hérna í burtu. Krypto fær loksins bústið, Alfaran heldur pressunni áfram, en hvað nú? Ómó hérna gefur mig góða pressu hérna, 3-4 þurfa að leysa þetta og koma sér fram hérna. Vex setur hann upp, þá kemur Krypto, en Ómó með góða snertingu og Krypto setur hann fyrir. Þar er Simmi, er verið að fara að gera eitthvað núna, Alfarin setur hann hátt upp í loftið. Þá kemur Krypto, setur hann upp og yfir, fer í vegginn, en Vano tekur vel á móti honum, 3-4 verða að nýta tækifæri núna. En Vano! Vano! Vá! Hvað fékk hann sér að borða? Segi ég nú bara hvort það hafi verið Oatking blandað við eitthvað, blandað við mjólkina og sé hann í hristing. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað gott, en kannski Vano sé að prófa það. 4-2 hérna fyrir Kvikk í fyrsta leik. Já, hérna þeir eru mæta til leiks, tilbúinir í allt saman. Og Kvikk taka hérna fyrsta leik. Þú sem sagðir að þeir myndu ekki ná, þeir myndu ná einu leik en að fyrst væri ekki okkar, já. Að fyrst væri ekki náttúrulega sigur hjá Kvikk, en við endum þar núna, fáum að sjá Vano 677 stig, 3 mörk, 2 vörslur og 3 skot. En nú er komið að forboðna musterinu. Forboðna musterið er búið að vera alltaf mjög skemmtilegt einhvern veginn. Mér finnst það langfallegasta mappið. Ég er sammálaður. Þetta er svona dulúð yfir kortinu í rauninni sem að fylgir. Ef við... Já, það er alltaf þannig leikurinn hafinn núna og engar breytingar á liðum. Þarna hættinu sókn sem að byrjar með 3-4. Vano nær hreinsar þetta fram með Simma. Vex heldur pressunni áfram. Ómó hreinsar þetta langt upp. Krypto er sportmyndan af Ómó. Alfarin heldur pressunni áfram. Hættilegur bolti fyrir Vano með hellingabústi í loftinu. Sér Ómó á miðjunni. Vex nær að lesa þetta. Dettur þarna ofan á Ómó. Og Alfarin af hliðarveggnum í bakveggi. En það er bara Krypto. Krypto gerir þetta mjög vel, en þarna er bara Vano með fullt hús. Mikil pressa hérna strax frá Kvikk, bara mjög vel gert. Þá kemur Ómó hérna, en Simmi mjög vel gert og Vano er ekki mættið tilbaka, rétt nær að verja þetta. Vano ekki mættið tilbaka, þú lýgur því, hann klemmir hann út hérna. Frí varsla frá Vano. Hann er rosalegur, hvernig hann fer að þessu, ég veit það ekki. Og hann er aftur mættur í boltann hérna í loftinu. Kemst frá með einum, fær flippið, næri ekki að hitta á markið. Vano er sko tilbúinn í slaginn núna. Alfarin hérna setur hann út, það er bara Simmi að mæta, setur hann yfir. Það er Vano, aftur mættur og Vano með gott vikti hérna út. Vano feikar allir og Krypto grípur þennan frábærlega. Ómó nær að snúa sig við hérna. Vano núna bíður rólegur aftastu, reynir að koma um Alfarin. Alfarin ekki alveg til í þetta. Vano að bakveggnum sínu missir að boltanum þarna, en liðsfélaginn er tilbúinn í að bjarga honum. Simmi hérna reynir sendinguna en Vex er bara farinn. Þá kemur Vano og fer upp vegginn, fer fram hjá einum. En Krypto gerir mjög vel. Nær hann að setja hann yfir, Ómó sem hann gerir og hvað er næsti maður? Vano kemur honum frá. Vano er alltaf næsti maður, ef þú þarft að spyrja þá er það Vano. Krypto með frábært skot. Vex nær ekki að koma sig inn, Alfarin verður þetta út. Núna aftur Alfarin móti Simma, hættilegur bolti í loftinu. Krypto drepur þetta fyrir framan.
Krypto nær ekki að klemma niður og liðsfélaga alfarinn á móti Vex. Vex hefur betur í loftinu, nær tvísmellunni niður, liðsfélaga ekki tilbúin í þetta. Vano fær 100 bústisti, með smá tíma á móti Krypto, gerir vel hérna. Vex á lítið búst, gerir mjög vel, ákveður Krypto og setur hann upp á Vex, en Krypto verður bara að taka boltan áfram. Gott touch hérna, en Vano vel gert hérna upp á Vexnum. Vex setur hann út fyrir, reynir aftur en Omo nær honum. Ég get ekki sagt þér hver var með stjórn á þessum leik, en þetta sannarlega eitthvað sem hún þarf að fylgjast með mjög grannt. Alfarinn skilur þetta eftir fyrir Vano, núna Krypto í horninu sínu. Alfarinn gerir vel hérna á móti, Omo boppar út í hitthornið, skilur þetta eftir, nei, ætlar að boppa sig fyrir á Vano, Vano í loftinu, setur þetta niður, Krypto verður þetta rétt svo. Þarna tortímt Omo. Krypto gefur mjög vel, þá kemur Simmi, fer fram hjá Omo. Það er enginn í markinu og gerðan að koma á Vex, en Vano réttur maður og réttur stað, enn og aftur. Núna rólegt á bakveggnum, Vano reynir að koma sér fram hjá Krypto, nær því ekki fram hjá Simma. Krypto inn á miðju á Vex, Alfarinn missir rétt svo á honum, hoppar rétt svo yfir, en loksins það hlaut að koma af því hjá þeim hérna. Vex hittur hann undir Alfarinn. Alfarinn nær ekki alveg að lesa þetta. Smá óhefni hérna hjá Quick, en þeir þurfa að halda áfram hérna, staðan er orðin 1-0. Simmi hérna í horninu, en Vano enn og aftur mættur. Með Vex setur hann fyrir, en Omo setur hann fram. Alfarinn í horninu, gott 50 hjá Krypto á mótunum, með stjórn á boltanum, Vano nær að komast í Vex fyrir þetta, Alfarinn bumpar Krypto, nær því samt ekki, sýndist það, en svo var ekki. Alfarinn af hliðarveggnum, Krypto nær skotinu, Vano nær einhvern veginn að lesa, Alfarinn ekki hitti þetta og Simmi með opið mark. Óheppilegt þarna fyrir þá, en svo var þetta, Vano nær að verja þetta Omo. Óheppilegt að sé þarna rangum maður, röngum tíma og 2-0, 1 mínúta eftir, mjög svart fyrir Quick. Klifur þeim að baki, ekki þeim að baki, þeim að hendi. Vano hérna í loftinu, reynir klemmuna, skemmtilega gert, en Vex hérna gerir þetta erfitt fyrir Simma sem nær og ver hann í stöngina. Vano fær Simma til að elta þennan bolta alveg yfir, Simmi nær að bömpunum af Vex með boltan fyrir. Hvar er liðsfélagi? Enginn liðsfélagi 3-4 þarna til að klára þetta. Krypto nær sendingunni fyrir Vex. Omo með skoti hérna, Simmi nær að verja þetta, Omo í bömpið, Alfarinn alls ekki nógu framalega til að ná að nýta þetta. Vano heldur pressinu áfram, Krypto núna úr horninu sínu, nær að koma sér niður, nær að klemma þetta lengra og setur þetta í bakvegginn hjá Quick. Omo þar til að koma sér fyrir í burtu, en Vex heldur pressunni. Vá! Vel gert hérna hjá Filipe Fjóla, þá kemur Quick og Krypto gerir mjög vel hérna. Heldur þess á lífi, heldur þess á lofti og seinni leikurinn fer í 3-5-4, náðu þeir að installa bótamarki, náðu þeir að halda honum á lofti, já, hann er á lífi, Vano með fyrir 1 sárabótamark, frábærlega gert hjá Vano hérna í halda boltanum upp í fylgjónum og ná síðan stend og byrju, já ok, hann náði snertinginu þannig, ég held að þeir hefði klemdur hann í enda. Þetta var 169 km hraði í enda. Það var klemma. Þetta var klemma. Dömur mínir og herrar, þetta er ekki rétt lið. Ég held að þetta sé nú samt rétt stig, en ekki rétt lið. Ég sé það ekki alveg. Vondi er þetta rétt stig, allavega þá erum við að horfa á nei, Vano með 568 stig. Vano gæti bara verið að stefna það að toppa það sem hann átti í Oat King vikunar. Simmi og Krypto í 3-5-4 að deila í rauninni fyrsta sætinu í stigum þarna. Við erum núna komnir á Neon Tokyo, þar sem við erum með Bob's Ramen og allt hið góða. Hvað heldur að sé að fara að gerast núna í leik 3?
Það verður spennandi hérna. Ég held að 3-4 komi hérna ennþá ákveðnari og Quick líka. Þetta verður bara stál í stál. Krypto missir á honum og Vex líka. Og Omo setur hann högt í loftið og Omo, wow! Nýbúnir að sleppa orðinu að þetta var stál í stál. Sjáum 2 mistök frá 3-4 og Omo fljótur að henda í tvísmellu. Smekklega gert hérna hjá Omo og 1-0 fyrir Quick eftir 7 sekundur. Alls ekki búið, en þetta er gott fyrir á að byrja sterkt. Boltinn, Alfarinn reynir að koma sér fyrir. Boltinn ennþá 3-4 megin, Vano, sendingin á Omo. Skemmtilegt hana hjá Vex. Omo ætlar að skvætta hérna nær snertingunni Vex, nær hann skotinu, Vano styrtir þetta út af miðju, Alfarinn er tilbúinn þar sem að fylgja sig upp í loftið. Vano inn á miðju, á sjálfan sig, Krypto fljótur að lesa þetta, sendingin á Simma, Simmi með skotið en Omo tilbúinn í þetta. Krypto reynir hérna hún aftur fyrir en þar er Vano á lítið búst fram. Þar var Bíðar að detti niður, þar er Vex á ekkert búst, reynir hérna að stilla fyrir en þar er Alfarinn sem er svo heppinn að fá 100 búst. Þetta er upp í loftið og Krypto missir af honum, þá verður Vex. Boltinn næstu búinn að leka þarna aftur inn í 3-4 megin. Heppnir að Vex var á tánum. Alfarinn upplýða vegginn á móti Simma. Simmi nægir ekki að klemma sem að þar Vano með stjórn á boltanum á móti Vex sem er ekki með neitt búst. Nær að komast fram hjá honum. Boltinn í loftinu, Krypto með skotið. Omo verður út til hliðar. Vex delur hóttbústinu hjá Quick og frábærlega þarna change. Ég held að boltinn var réttilega að renna út þarna. Það munaði litlu þarna. Þá kemur Simmi upp á vegginn. Kryptoinn undan honum hérna. Skemmtilega gert. Setur hann niður á Vex sem kemur hann áfram. Hver er Simmi? Ekki sjáanlegur. Vano setur hann upp og fer fram hjá Simma en Simmi nær að bömpa honum af. Omo er aftastur með ekkert búst. Krypto með skoti, hittir ekki á ramman. Alfarinn missir að hannu. Simmi reynir skoti aftur. Vano af bakvagnum, sendingin á Alfarinn. Setur þetta í hornið. Vex er tilbúinn. Reynir að taka þetta Vex rólega næst stjórn á boltanum. Krypto eftir hann hérna og Omo tortímir Krypto. Vano setur hann framhjá hérna Simma. Þá kemur Krypto með rosalega skott fyrti. Reynir sendingun á Simma. Simmi rétt missir á honum. Flott klemma með Vex. Alfarinn ekki nægilega góð snerting. Vex núna kemur sinna miðju. Vano yfir Krypto. Fylgir boltanum en á hliðarveggnum. Simmi neglur hann fram. Omo er bara þar tilbúinn. Krypto er tóltím, þá kemur Vex en Vano tilbúinn á veggnum. Og kemur hérna og fer illa með Vex. Krypto mætir Alfarinn og þar er Simmi mættur. Vex kemur honum áfram, Omo missir á honum, Vano þarf að verja hann hérna á lítið búst og missir á honum. Krypto setur hann fyrir, þar er Alfarinn. Gerir vel hérna. Það er ekki alveg skóflunni sem að þurfti til að hreinsa þetta vel. Alfarinn núna reynir að koma sér fyrir Vex af bakvagnum. Omo setur þetta upp á hliðarvegginn nær góðu 50 á móti Vex. Krypto með stjórn á boltanum aftast. Kemur sér fram í Vano, fer upp lofti fram hjá öðrum, Alfarinn aftastur. Nær skotinu, tilbaka, hættulegu bolti. Vex fyrir þetta, Vano er tilbúinn. Vano er vakandi á línunni til að pota þessum inn eftir bara frábæra vörslu hjá Vex. Ég veit ekki hvernig hann fór að þessu. Þvílíkt og annað í staðinn hérna 2-0 fyrir Quick og róðurinn aðeins og þingjast honum fyrir 3-4. Þeir þurfa að fara að koma sér aðeins í gang. Þetta er svona næst í öfur leikurinn 2. Svolítið, já. Þú missir að boltanum hérna, Vano, vá hvað mér brá. Ég kipptist til við að sjá Simma hana í loftinu. Ég var næst í búinn að öskra. Hann komið svo þrjumár heiðskýrulofti hérna. Já. Krypto hérna fer fram hjá einum en ekki fram hjá Omo. Alfarinn reynir að trufla. Þá kemur Simmi hérna og Vex með góða tortímingu. Hanna! 3-4 með skemmtilegt spil og skemmtilegt hérna. Ég held að Vex hefði tortím bæði Alfarinn og Omo þarna. En svo var ekki, bara einn tortíming, en það var nóg til að opna allt fyrir 3-4, 2-1. Rétt svo mínúta eftir Krypto með boltann í loftinu. Omo er aftastur. Krypto tvísmellan! Wow! 2-2!
Það þarf ekki langa tíma til þess að skora mörk. 3-4 að sanna það hérna. Þarf ekki langa tíma. Við höfum reiknað út. Það tekur 2 sekundur að styðsta. Styðsta sem þú þarft í Rocket League til að skora mark af kick-offi eru 2 sekundur. En Vano reynir skotið þarna, nær því ekki sinni, nær ekki tvísmenninu heldur á hliðarveggnum. Hættulegu bolti fyrir Ómó, nær að verða þetta út. Kemur Stimmi og Vano setur hann fram hjá Stimma. Viktor þarf að gera vel hérna. Það setur hann út og það er bara Alfarinn hins vegar sem mætir vel. Þá kemur Vex. Það er ekki að hlinsetta fram hjá Vex, Vano þarf að gera vel, nær sig fram í einum, Ómó sendingar tilbaka á Vano, Vano upp í loftið, Vano með flippið, með skotið, varið að Krypto, Ómó, hvað gerðist, Ómó, þetta er allt galopið, Krypto klemur hann fyrir og Stimmi með ennþá galopnara mark og 3-2 fyrir 3-4, bara 40 sekundur síðan ég talaði að Kvikk væru 2-0 yfir. Þvílík endurkoma, þvílíkur leikur. 3-4 hafa sýnt áður að þeir þurfa ekki mikið til að koma sér í góða stöðu. Þeir gerðu á móti Dusty, þeir eru að gera það núna. Simmi er að með tvísmelluna, nei, Ómó verður þetta. Vex missir á honum, Krypto, það er ekki í skotinu, Vano kemst fyrir. Ná Kvikk að svara, Alfarinn hérna með skemmtilega snertingu. 3 sekundur, Vano missir á honum, Simmi gerir rosalega vel. Náður að halda það svo lífi, Vano setur hann fyrir. Það er Vex og sem setur hann niður. Og 3-4 taka leik 3. Boltinn lendir þarna aftur, vitlaust lið. Við erum að vinna að því, en við lesum það bara af hérna í staðinn fyrir ykkur. Krypto, Vex, Simmi, það er röðin hjá 3-4, Vano, Ómó, Alfarinn. Og þetta voru 318 stig fyrir Vano. Rétt rúm 300 fyrir okkar besta. Við fáum timeout hjá Kvikk, ætla ég að búast við. Ómó var einmitt annað með 299 stig og Alfarinn með 218. Krypto 425 stig, Vex 357, Simmi 288. Aðeins færri stig hjá Vano, náðu ekki alveg að grípa til verka eins og hann þurfti, en það er timeout hjá Kvikk. Hvað heldur að sé að segja núna? Er Krissi Ágúst að tala yfir þeim eða er það bara Vano? Það er bara spurning. Hérna, það gæti vel verið þeir séu bara aðeins að núllstilla sig og koma sér aftur í gírinn. Það er aðalega það. Það er aðalega það. Engar breytingar hins vegar hjá Kvikk. Við höfum ekki ennþá síðan eina breytingar hjá Kvikk. Það er kannski hins vegar góð pæling að oftar en ekki liðið sem að tekur timeout er líklegra til að vinna næsta leik. Þannig að kannski geta þeir komið tilbaka hérna Kvikk með það bak við eyrað. Við höfum líka oft séð það að Kvikk eru mjög sterkir eftir leikhlé. Mjög, og þetta hefur virkað hjá liðum að koma að taka smá auka sekundur, tala sig saman, núllstilla sig og koma sterkari inn í leikinn. Það er bara þannig, það hefur sannað sig. Og hérna á Pingvöllum er ekki betri staður til að hendi það nema hér Pingvellir farnir á stað. Mér hins vegar er að sakna eitt, Fenrir. Mig saknar eins. Hvað? Það er bónusboltinn okkar. Já. Það er ekki skærgulur bolti hérna. Það er eitthvað með grafíkina líka að stríða okkur. Við þurfum að laga það. En Vano reynir að mynda pressuna fljótt, nær því ekki. Krypto nær fram hjá einum og Vano Tortímir, Krypto, Simmi, fínt skot. Vano kemst fyrir að Alfarinn ekki búst. Vex fljótur í lofti, nær að kominu fyrir hérna Ómó að bakvögnum. Rensir hann út í hornið sitt. Krypto gerir rosa vel hérna, setur hann fram hjá tveimur, þá kemur Simmi og Alfarinn þarf að gera vel hérna. Krypto heldur lífi í þessu, setur hann fyrir. Þetta er svolítið þröngt spil hérna en það virðist að virka. Þetta er eins þröngt og verður. Þeir voru allir hérna á sama horninu nánast, 4 eða 5. Og góð tortíming hérna hjá Vano.
Krypto reyna að mynda einhverja pressu, Ómó drepur það í fæðingu, Vex með skotið, Vano í loftinu, hvað gerir hann? Hann sper í tvísmelluna! Auðvitað getur Vano það, Vano með tvísmelluna, ekkert sem að Simmi getur gert, snýr vitlaust, þarf að snúa við, fer upp í þakið á markinu sínu og galopið fyrir Vano. 1-0 fyrir Kvik, við töluðum það, timeoutin að hjálpa. Timeoutin alltaf mjög hjálpa oft í þessu hættulegu bolti. Simmi og Vex hjálpast að, Vano fer aftur í tvísmelluna og þetta samskeytin og Vano, þú mátt endilega hendi í fleiri tvísmellur og kannski smetla einum í mig í leiðinni ef þú ætlar að gera þetta svona. Snirtilega gert hjá Vano, 2-0 hérna fyrir Kvik eftir rúmlega mínútu. Fallega gert, Krypto, frábært kick-off hjá 3-4 Simmi. Vá, hversu fallegt. Hversu fallegt hjá 3-4 að setja einn svona inn. Við höldum áfram hérna í leik 4, Vex hérna þarf að halda áfram, fer illa hérna og framhjá tveimur en Vano gerir vel. Simmi en Ómó, gott 50. Krypto setur hann upp en það er bara alfarinn og næri að setja fyrir en réttur maður og réttur stað Simmi. Ómó reynir að mynda smá pressu, alfarinn fer upp hliðarvegginn með búst, feikar Krypto hérna, heldur pressuna áfram, Vex næra neglunum í burtu. Stjórnarboltanum í hóttunum sínu, fer upp hliðarvegginn, núna Ómó í loftinu, næri ekki fram hjá Simma, flott höll, Vano fer undir Vex, þetta fer í stöngina og út. Krypto fram hjá alfarnum, Vano er einn tilbaka og móti Krypto, Krypto upp í loftið, fer í sendinguna fyrir og Vex, Ómó næri að verja það út. Vano hérna heldur áfram með vel gert, gott 50 hérna hjá Vex, reynir að trufla alfarinn en hann lætur ekki trufla sig, fer í loftið en Simmi gerir rosa vel og þetta er að detta niður. Krypto með stjórnarboltanum, fer fram hjá Ómó en Ómó truflar hann þarna, vel gert, Vano setur hann hátt upp í loftið. Ekki alveg hreinsunin sem hann hefði viljað en þetta reddast. Krypto nær fram hjá Ómó, Vano aftastur, Vex í loftinu á mótunum, hættulegu bolti sem að drepst hérna fyrir neðan. Vano nær að fylgja þessu, kemst fram hjá Simma, fylgir boltanum í hornið, reynir að trufla eitthvað hérna Krypto núna í loftinu til að mynda pressu hinum megin, fer í flippið, vel varið hjá Ómó. Þá kemur alfarinn, setur hann upp, góð tímakaup þarna hjá Vex, Simmi með skemmtilega snertingu hérna á móti Ómó. Krypto en Ómó gerir mjög vel hérna. Kemur Vex en aftur Ómó, alfarinn setur hann í hornið og reynir sendinguna á Vano! Og tortingin frá Ómó er bara jarðarberið ofan á ísinn. Vá! Frábær sending, Krypto missir af honum á bakvagninum sínu. Vano með galopið mark, ekkert annað en að pota honum inn. 3-1 hérna fyrir Kvik en við skulum ekki afskrifa 3-4 með hvernig síðasti leikur fór, þeir eiga fullt inni. Þú þurftir að segja þetta. Já, ég þurfti að segja þetta. Þú þurftir að segja þetta. Þetta er það sem við köllum lýsendaalögin og lýsendaalögin og það er bara, þannig gerist þegar þú byrjar að tala um lið og reynir að vona, þá fær það mark í andlitið. Það er bara þannig. Vano, flott kick-off fyrir þá Vex, nær snertingunni hérna. Skýtur hann að Krypto í loftinu, reynir að koma sér fyrir, nær því hættulegu bolti. Vano verður þetta út, Simmi, fullt búst, nær skotinu, varið á Ómó í burtu. Vex heldur pressunni áfram, Vano þetta í hornið sitt, Krypto yfir stjórnarboltanum, kemst fram hjá Ómó, bömpa alfarnum. Vano í horninu sínu, sallarólur, ekkert að stressa sig yfir. Tekur stjórnarboltanum og kemur heldur áfram, það er Vex en vel gert hjá Vano. Þá kemur alfarinn, reynir hérna skotið og Krypto er þetta rosalega vel. Þá kemur Vex, reynir að fara að trufla hérna Vano en það næst ekki. Og fer fram hjá Krypto og kemur Simmi, setur hann í loftið, þá ekkert búst. Þetta er foss, alfarinn er að verja það hins vegar. Núna Vex
setur þetta í vegginn á sjálfan sig, reynir að koma sig yfir að Krypto ekki á sömu blaðsíðu og hann missir af honum þarna, Vano með skotið, Vex nær ekki að verja þetta og eins og ég sagði, Vano bara, hann sjóðheitur í dag, hann búinn að liggja í pottinu í allan dag og orðinn sjóðandi heitur. Hann hefur farið í gufu, hann hefur liðkað sér til og hreinsað hugan, það klárt mál. Þurfa þjóðverðir að hreinsa hugan? Ég held að þeir væru eins og mikið German efficiency, það þurfa þessu. Simmi hérna reynir, setur hann fyrir Vano í loftinu, hefur nógan tíma fyrir fram hjá Krypto og Simmi og Vex að það rugglast. Simmi kemur sér fyrir á miðju, Omo verða upp, Alfarinn upp á myndi Vex, hann fer aftur niður, Vex snertir hann í þakið, Vano upp liðavegginn, Krypto reynir að trufla hann, en þú truflar ekki þýsku maskínuna Vano. Omo núna styrta upp við liðavegginn á sjálfan sig, reynir að koma sér inn á miðju, þar Vano með fast skot, varið að Vex. Krypto setur hann fyrir, það bara Alfarinn mættur og Krypto setur hann upp í loftið. Fyrirgefðu Simmi og við höldum áfram Omo. Simmi setur hann fyrir, Krypto næri ekki tíman Og við erum að fara í Game 5. Þetta frábært. Við erum búin að fá þetta, ég var að mynda að horfa á þetta, mér var sagt að það væri eitthvað að logounum og ég var svona að býta, þau eru rétt, hvað í gangi? Það eitthvað rétt í kvöld. En við skulum nefna það að Vano með 715 stig, 4 mörk, 5 skot, 2 tortimingar, hann þarf ekkert að verja, hann setur Omo Alfarann í það verk. Eina stóðsendingu á Alfarann, það bara enginn nálægt honum núna á vellinum en yfir á vallar hnífjafnt. Þetta bara það að Quick að ná að nýta öll tækifæri til fulls. En við erum á Champions Field ef við leyfum okkur smá slettum í kvöld. Það er leikur 5. Við getum ekki hafa verið í meira syngi þarna og byrjar vel fyrir Quick menn. Alfarinn í loftinu, fær flippið, nær sendingu niður á Vano, Simmi verða út til hliðar, Vano nær truflan. Núna Omo á boltanum, reynir að feika Vex, sem búinn að skipta bíl, hann kominn á Octane af fenneknum. Vano ætlar að koma þessu fyrir á liðslega, missir pínu af boltanum, Vex allar rólegur. Krypto líka búinn að skipta díkal, hann fór á Borussia Dortmund díkalið í staðinn fyrir Clean díkalið eins og Vano. Vano næstu búinn að lesa þessa reynslun, en þetta opið. Ha! Simmi með mark hérna. Þetta eins og bara úr heiðskýru lofti. Hvað gerðist þarna? Omo bara missir á boltan. Bara létt bolti sem hann á ekki að missa af, en þetta getur gerst á bestu bæjum. Ég meina, við sáum í vetur eða í haustmótinu í RLCS að þar var eitt flottasta sjálfsmark sem ég hef séð. Það geta allir gert mistök, það bara þannig. Það gerist á bestu bæjum eins og ég sagði og bumpið frá, hvað var það ekki? Krypto bumpaði Vex með fast skot. Omo heldur að hann sé bara sitjandi á einhverjum sætum haga. 3-5-4 búin að skipta taktík. Þetta allar hendur úti og allar klær. Þetta gaman að sjá. 2-0 fyrir 3-4. Úlfurinn komin út í þeim. Krypto hérna fer upp hliðavegginn, fer fram, á móti Omo. Omo nær að komast í vegg fyrir þessa sókn. Reynir að mynda sókn fyrir Quick menn. Alfarinn og Omo klemman saman. Krypto nær að verja þetta út. Vano setur þetta út til hliðar á sjálfan sig á móti Vex. Kemst fram hjá honum, nær að bumpinu á Simmi. Verða út Krypto. Nær ekki að fylgja boltanum, nær hins vegar að fylgja snertinu hjá Alfarnum. Boltinn hættulegur fyrir Alfarinn. Hættulegt að setja hann svona fyrir Vano, kemst í veg fyrir það. Omo, fast skot út til að lesa pressuna, en wow, hvað gerðist þarna? Vex gerði rosalega skringilega og svo vel á sama tíma hérna. Vano heldur lífi í sókninni, en Vex gerir vel. Þá kemur Krypto og fer fram hjá Omo. Alfarinn með snertingu, það opið mark og Vex. Þetta ekki nógu fast. Omo nær að verja. Þetta ekki nógu fast. Það það sem hún sagði.
en Alfarinn reynir að mynda smá sókn hérna Vano vildur það upp hliðarvegginn fyrir sjálfan sig núna niður og þetta Vex upp hliðarvegginn á sjálfan sig Alfarinn reynir að pressa fljótt gerir það Vano með fast skot Krypto aðeins og framlega Simmi kemur honum til bjargar Vano fyrir framhjá með gott skot og Vex kemur honum fram. Það Vex, það nánast opið mark hérna og þetta verið stöngina og hann hittir ekki Krypto. Krypto hittir stöngina út, ekki ofta sem sjáum þetta gullið tækifæri. Vano núna með smá stjórn á boltanum, Vex fljótur að pressa hann. Omo núna vísir að vissu, Omo, ég veit ekki hvað í gangi á þessu velli, það verðist enginn vera að gera neitt að viti. Vex setur hann hérna út til hliðar í vegginn og reynir sendingu, þá kemur Krypto en Alfarinn fyrir. Setur hann upp og það bara Vano en Simmi mætir rosalega vel og Omo heldur lífi í þessu með góða snertingu. Og hann fer fram hjá Vex og fer fram hjá Krypto og þar Hættulegt Krypto núna með fast skot sem framhjá Vano upp í loftið það á móti Simmi selur sig núna Vano með skotið Vex nær að verja Simmi næstu búinn að verja þetta aftur tilbaka en Vex á Krypto í slána hvað í gangi hjá Krypto núna hann getur ekki skora fyrir sitt litla líf Krypto setur hann fyrir, það bara Alfarinn sem þar kom hún vel út og Vex setur hann út og það bara Vano. Þetta opið! Þetta opið og Krypto ekki... Af hverju þetta opið? Hvað Krypto að gera í horninu? Hvað Krypto að gera í horninu? Sækja búst. Hann búinn að fara frá horninu þeirra í horni sitt í staðinn fyrir að fara inn á miðju. Hvað í gangi? Það allt galopið núna 2-1 fyrir 3-4 Vex með stjórn á boltanum, fær flippið, nær skotinu varið Alfarnum. Krypto hérna á gott 50 og nær öðru góðu 50 hérna. Vano þarf að gera vel, setur hann fram hjá Simma. Alfarinn tekur við á veggnum með góða sendingu inn á miðjuna og það Vano og þeir eru búnir að jafna. Þetta var fallegt spil, Alfarinn nær að koma niður á Vano nær yfir rétt svo báða og í stöngina og inn. 2-2 í leik 5. Þetta rosalegt. Þetta gæti ekki verið tæpara. Það bara þannig Omo stjórn á boltanum, nær sig á Vex sem að setur þetta á Vano núna fær Krypto til að missa boltanum Vex, ekkert búst, Alfarinn heldur pressunni áfram, Krypto fer þetta út til hliðar, Omo ekkert búst, heldur pressunni áfram. Krypto setur hann út hínum megin, Alfarinn missir á honum, þá kemur Krypto hérna, en það bara Vano. Setur hann niður og reynir hérna skotið og smá samskiptalýsli hérna, en Vex nær að verja, Alfarinn reynir tvísmelluna, nei! Það bara stendur Omo. Nei, Vex nær að verja, það Vano og Simmi, nei, Krypto nær að verja, hvað í gangi? Þetta þetta ekki inni! Omo núna þarf að verjast hinum megin, fær 100 bústið sitt upp hliðarvegginn á móti Krypto nær snertingu yfir á engan nema Alfarinn með klemmuna, Vex missir á honum, Simmi núna neglur honum fram á Vex með skoti, Vano aftastur, ber hann út í hliðar, Omo á boltanum, ber upp vegginn sinn, Vex heldur pressunni áfram, Vano upp bakvegginn sinn, þetta á lífi, þeir þarna og við erum í uppbótartíma í leik 5. Röddin að vera búinn hérna í fyrsta leik. Vex hérna með góða snertingu, Vano með góða snertingu af veggnum. Krypto setur hann fyrir, Krypto með bústið og Alfarinn með gott 50. Omo eini með búst hjá Quick, hann þarf að gera frábærlega, hann gerir það, fær líka bústið á miðjunni, Krypto í loftinu á móti Alfarinn og Vano. Krypto! Loksins nær hann að skora þegar hann skiptir mæta máli og hann skorar af fagmennsku. Það engin leið að Vano hefði getað varið þetta. Það bara engin leið og hérna loksins nær Krypto markinu sem hann þurfti. Vá! Já, hérna. Ég gæti þurft að vera í sturtu eftir þennan leik bara núna, helst. Þvílíkur leikur. 3-2, 3-5-4. Vá,
þetta er eiginlega bara þetta er það sem að vildi í seinustu viðureign. Alveg sammálaðir. Þetta er bara, vá, þetta gat ekki verið betra. Þvílíkur, og bara þú sást það í öllum leikjum, það var í rauninni ekkert lið, nema kannski þarna í leik 4 þar sem að Quick tóku svolítið yfir leikinn, en það var ekkert svona lið sem að tók alveg 100% völd í öllum leikjum í rauninni. Nei. Þetta var alltaf eitthvað svona smá, svona óregla á þessu í rauninni. Þetta var bara rosalega óregla og mér fannst þetta var frábærlega gert hjá báðum liðum. Vano stóð svo sannarlega upp líka þegar skipti rosalega miklu máli. Oftar en ekki, hann var með flestu stigin, hann var held ég næstíð með fleiri stig þarna heldur en topp 3-5-4 maðurinn líka. Það sýnir hvað Vano er mikilvægur í Quick liðinu. En frábær slagur þarna. Ég vil hrósa Vex líka fyrir vörslunar. Ég Vex fyrir vörsluna og líka bara 3-4 í þessum seinasta leik fyrir þessar vörslur. Hvernig fór boltinn ekki inn? Ég ennþá að klóra mér haustum yfir því. Bara ég væri virkilega til í að fá bara klippu af því bara í slow motion hvernig þetta fer ekki inn. Það er bara það. En 3-2, 3-4, við skulum bara henda okkur í stutt auglýsingarhlé áður en við dembum okkur í næsta leik milli Ravík og Dusty. Sjáumst eftir smástund.
Já, komið sæl og verið velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsingarhlé. Við vorum að klára leik milli 354 og Quick. Nú hins vegar stefnir í Ravík Dusty, en það eru fréttir þar sem að við þurfum að ræða. Hvað er í gangi? Það er að Dusty geta ekki mannað, þar að leiðandi er forfeit, eða þeir gefa leikinn á móti Ravík. Já, Já. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis að það mun ekki vera leikur milli Ravík og Dusty í kvöld. Þar að leiðandi, ef við lítum á hvað það hefur á stöðu deildarinnar, ef við aðeins fyllum það upp í, þá höfum við það að við erum í rauninni bara með þá Þór og GVF eftir, erum þá með Dusty, 354 og Ravík og Quick sem eru búin að spila leikina og þetta verður svona. Quick er að fara að falla niður í fyrsta deildina. Ravík mun sitja í 5. sætinu til að spila á móti liðinu í fyrstu deildinu í öðru sæti sem er ennþá í fullum gangi. 3-4 sitja í 4. sæti með 8 stig og Dusty þar á eftir með 10 stig. En vá, þetta er rosalegt. Þetta, já. En veistu hvað þetta þýðir líka? Að Vano gæti bara enda á því að vera aftur. Hann gæti bara enda aftur á því að vera ótgeng vikunar með hvernig hann var að spila núna. Já, ég meina hvorki Ravík né, Dusty eiga það senast að því að vera ótgeng vikunar. Nei, einmitt. Og hins vegar dálítið skemmtilegt sem við vorum að fá í stúdíói með ótgengi. Eigum við nokkuð að vera að sína það? Er það nokkuð? Jú, ef við ekki gera það. Verið góðið við þig. Ok. Það er hérna að Oatking verður með dagatal. Oatking dagatal. 12.000 kaloríur af Oatking. Og þetta er einnig, það eru margar tegundir þarna sem er ekki einu svona í sölu hér á landi. Við þekkjum náttúrulega gamla góða, hvað var það? Við erum hérna með, hvað var þetta? Þetta var bara pure. Við vorum líka með lemon, við vorum með súkkulaði og eplaði það ekki, vorum ekki epla. Karamellu og banana og sítrónu. Já, mér langar samt til að pína að sjá hvað er í fyrsta. Hvað ætli ég að sé í fyrsta? Þetta er rosalegt. Við erum með súkkulaði appelsínu í fyrsta. Þetta er rosalegt. Má ég opna líka? Já, og opnað þú bara eitthvað. Bara opna eitthvað? Bara eitthvað. Hvað er uppáhaldsdagur þinn í desember? Kóttu með tölu frá 1 upp í 24. Já, 1. Frá 2 upp í 24. Hendum í 9. Hendum í 9. 9? Já. Hérna. Hvað er í 9 okkar? Býttu nú við. Hvað? Fendur, sorry. Það er 9. desember, það má ekki opna. Sorry. Ég er að djóka þér. Þetta lítur mjög skemmtilega út. Ég held seimur þá, býttu nú við. Hvað er þetta? Herðu, við erum að vinna með kaffisúkkulaði. Þetta er með koffíni líka. Þetta er líka, er þetta með koffíni? Hvað er mikið koffíni í þessu? Við erum náttúrulega með, hvað er aftur mikið í, til dæmis vinter Red Bull? Við erum að tala um 120 mg koffíni per 100 grömm. Já, hvað var aftur mikið, manstu hvað var mikið í vinter Red Bull? Var ekki 120? Ég man það ekki og ég sé það ekki út að ég er svo sannarlega blindur. Ég er blindur. Það er svo sannarlega þannig, ég er bara blindur, Fenrir. Ég þarf kannski nokkra brillurur og með bjúgleri. Það eru 32 mg per 100 ml, králum minn. Já, þannig að þetta endar í rétt 100 mg. Já. Ég á næstu búin að giska rétt. En þetta frábæra dagatal. Já. Fer það ekki bara, er þetta ekki að koma til landsins? Eitthvað svo leiðis? Þetta er að koma til landsins og þetta verður í sölu líka. Hins vegar á ég eftir að fá í eyrað á mér frá þeim hvar þetta verður í sölu. En mér skilst að þetta ég bara að vera, það er í bónus það sem að útgeng er selt. Þannig að mér finnst líklegast að þetta fari náttúrulega bara í bónusbúðunar okkar. Má ég opna hann? Já. Ég var að sjá hvort einhverju í chatinu vilja ákvaða hvaða dag, eða? Ok, hvað segir chatið? Hvað frá
Ekki 9 og ekki 1 í desember. í desember. Hvað segir? Hvað segir tjatið? Herri, Daxi sá þetta í krónunni. Það er komið á hreint. Það er í krónunni. Það er í krónunni. Oat King dagatal. 24 segir Uglan. Það er Sem í svoleiðis 24. að ég fara bara strax í 24. Hendi 24. Hendi 24. En er þetta ekki svolítið að spoila, þú veist, fyrir þeim sem er að kaup, þú veist? Það skiptir engum. Það skiptir engum máli. Það gæti líka verið öðruvísi. Við vitum það ekki. Það gæti alltaf verið öðruvísi líka. Og þetta er ekki eins og með gamlu góðu legadáðatellun. Þetta er eins og Choco Caramel sem er algengt. Þetta er algengt. En það er spurning af því að þetta er 2004. Maður vill alltaf fá Maður vill save the best, fá það besta síðast, sko. Já, maður Svo vill ég alltaf sletti besta sé. save the best for last, sko. Save the best. Spara besta til síðar. En mér langar eiginlega að opna minn uppáhaldsdag. Sem er sko... Daxi segir 21. Hann segir 21. Já, ok, við fáum að opna 21. Við skulum opna 21 líka. Við afsakið fyrir að lemja hana í. En 21, þar eru við með Daxi minn. Það er hins vegar leiðilegt að ná þessu út. Það er létt að koma honum inn, en það er erfitt að ná honum út. Við erum með aprikósu jógurt. Ha? Aprikósu jógurt? Ha? Hanna Sigríður segir 11. Ég var að hendi 11 líka eða? Er það ekki? Er það ekki? Þú mátt opna 11. Má ég opna 11? Já. Hérna er 11. Þar höfum við ekkert annað en Big Tasty Chocolate. Er það hjá okkur? Já, það er sá sem hefur verið til, hingað til. Hann er alltaf góður. En sko, til að fara yfir bara allt sem þú gætir fundið í þessu. Við erum með Red Fruit and Yoghurt. Við erum með Peanut Butter sem er náttúrulega í sölu hérna. Netusmjör. Við erum með Pure sem við erum náttúrulega með. Síðan erum við með Super Banana. Það er líka hér. Við erum með Cherry Almond. Cherry og almondu, ég man ekki. Kissuberja og hérna möndlu. Þú ert betri en ég í þessu þegar það kemur að þýða þessu. Við erum með epla og strúdel. Það væri svona epla í rauninni svona vínabrauð, eitthvað svo leiðis. Epla vínabrauð. Þú finnir chocolate coconut og choco caramel eins og vanlega. En síðan hérna líka... Choco coconut er nú ekki algengt, sko. Nei, en það er lemon poppy. Já, sem hefur verið til. Það hefur verið til, en Já. það er samt nýtt líka. Já. Þú ert með creamy jógurt. Þú ert með Speculacious, sem að er, minnur herrar, við fáum piparköku Oat King. Ha! Maple walnut, fáum það í þessum pakka. Síðan voru við, það er náttúrulega caramel apple pie. Þú ert líka með carrot cake, gulrótarköku. Herðu, pabbi Fjóri er búinn að gefa okkur gulaspjaldi fyrir spoilera. Bara opin hann má alveg henda í spoiler. Mér er alveg sama, ég á eftir að kaupa með þetta. Eins og ég segi, þetta er 12.000 kaloríur í pakka, 500 kaloríur á dag. Opnið. Nei, ekki einu sinni 12.000. Þú er náttúrulega með 30 og, þetta er í 24. Þannig að Sko, mér langar að opna 22. af hverju langar að opna 20? Af því að 22 er uppáhaldstala mín. Er 22 uppáhaldstalaðin? Já. Ok, eitt í viðbútt. 22. Ég er eiginlega bara... Og það er það ekki... carrot cake? Carrot cake. Það er ekkert annað en carrot cake. En eins og við nefndum hér áður, þá fer þetta í sölu. Þetta er komið í krónuna, segir Daxi okkar besti, sem að spilar líka fyrir Ravík. En það er... Vá. Eigum við ekki bara henda okkur í bara þá að fara yfir næsta leik. Þar sem að þessi fer svona. Að við hendum okkur bara í að sjá hvað þriði leikur hefur upp á að bjóða. Jú, endilega. Já. Við skulum kíkja á það. Fyrsta liðið er OGVAF. Þetta er OGVAF Þór. OGVAF eru á toppnum. Þetta er rauninni bara toppslagur og þeir eru náttúrulega með dansku PES og Paxol. Þú finnur ekki betra line-up heldur það. Það er bara... Það hefur sannað sig. Þetta er náttúrulega efsta liðið í dag. Þetta er besta liðið í dag. Eins og hefur bara sést á þessu tíðanbili. Þeir eru bara... Þeir eru ótrúlegir. Þeir eru bara nánast ósnertanlegir. Spila bara frábærlega og eiga það svo sannarlega skilið í rauninni að vera bara á toppnum.
Þeir eiga það svo sannarlega skilið. En síðan fyrir Þórsarana höfum við þá gömlu góðu Steb, Bjarna, Rexer og pappa Fjóra sem að gá okkur hérna gulaspjaldið. Sorry pappi, það er bara eina sem ég get sagt. Ég segi þetta alveg oft en það er bara þannig. En það er kannski fyndið. Twitch-pólið er búið að lagast. Millumerki OGVAF í chatið, millumerki Þór til að kjósa á meðan við ræðum hérna hvað okkur finnst. Hvernig heldur þú að þetta farið fyrst að ég byrjaði í seinasta leik? Komdu nú með eitthvað? Ég er náttúrulega grjótharður Þórsari, eins og fólk veit. Þú finnur ekki harðari Þórsara, ég kem hérna oft í Þórs ból en mér var nú hins vegar bannað það á þessu tímabili þannig að ég grét í svefn eftir að vita það. Þannig að ég ætla að segja að þetta verði Þór sigur 3-2. Já. Þór sigur 3-2. Það er bara þannig. Og ekki bara út af því að ég er Þórsari, heldur líka bara að ég hef fulla trú á þeir komi hérna sterkir inn fyrirgefðu. Náttúrulega Steb og Steb, Bjarni og PES. Það er bara, ég hef fulla trú á mínum mönnum í Þór. Það er bara þannig. En hvað heldur þú? Sko, OGVAF á þessu tímabili hafa bara verið frábærir. Þórsararnir líka. En ég ætla hins vegar að segja að OGVAF komið allavega óverum. Seinasti leikur, þeir ætla að taka þetta með stæl. Þetta verður sópur. 3-0 fyrir OGVAF. Ég er að segja það hérna hér og nú. 3-0 sópur. Allan tíman. Já. Ok. Já. Hvað? Ekki neitt. Hvað? Ekki neitt. Ekki neitt. Skulum bara ekkert pæliðið lengur. Fólkið heima segir OGVAF. Kannski fyndi víst að pappi Fjóri gaf okkur hérna gulaspjaldið. Hraðasti leikmennir á þessum tímabili hafa verið Alfarinn, pappi Fjórir og Tossis. Það eru hröðustu 3 leikmennir á vellinum. Áhugavert. En að vera hraður er ekkert það sem þarf. Þú þarft ekki að vera hraður, þú þarft líka að geta skorað. Og kannski fyndið þó að við séum ekki að tala um OGVAF Þór, þá erum við að tala um að sko í Ravík, þá erum við með leikmann sem heitir Porsas. Hann hét Porsas 52 og spilaði 3 leiki undir því nafni og er með 0 mörk skoruð. En þar af leiðandi er Porsas með 0,59 mörk skoruð en 22 leiki spilaða. Þannig að Porsas er aðeins verri heldur en Porsas 52. Já. Áhugavert. Nei, segir svona ég veit ekki. Hvað finnst þér? Ætli leikurinn sér ready? Það er svo undan áætlun. Ætli Steb, sko, ég frétti nefnilega að Steb væri bara í afmælisveislu. Þess vegna væri ekki hægt að setja OGVAF Þór sem leik nummer 2. Hann á náttúrulega afmæli í dag. Já, Steb á afmæli í dag. Steb á afmæli, eigum að syngja fyrir hann. Heldur hann myndi ekki vilja það ef við myndum henda í söng fyrir hann. Ég efast um það. Ég efa það að honum myndi líka við það og Brimar náttúrulega líka afmæli í dag. Já. Hinn lýsandinn með Snorra. Já, já. Já, hinn lýsandinn. Þeir 2, það er kannski erfitt að segja hinn lýsandinn eins og við séum. Það tvíeiki á móti okkur Já, í rauninni. það tvíeiki á móti okkur þeim. Það er þannig. Þeir eru að báðir afmæli til hamingju með daginn, Steb og Brimar. Vondi var dagurinn jafn geggjaður og þið eruð. Þeir eiga afmæli í dag. Nei, ég get ekki. Ekki? Ég fæ bara strax eitthvað. Okay. Ég er ekki að fara að syngja í sjónvarpi. Allt í lagi. Ég er ekki að fara að syngja í sjónvarpi. Bara, ég er ekki það góður söngvari eins og þú. Nei, ég held ég láta það vera. Jú, ég held það. Já, en sko... Hvað segir tjattið? Á ég að syngja það ekki? Nei. Við skulum ekki láta chatti ráða því. Nei, sjálfst ekki. Það er alltaf verst að láta chatti ráða einhverju. Þannig, við vorum að tala um þennan samt á hann. Winter Edition Sugar Free Red Bullinn. Já, hann er nýr. Hann er nýr. Róðmenn er samt að...
Rótmir að hóta því að ef við syngjum þá tekur hann við í gíslingu næst þegar að sé mig upp á sín. Það væri svolítið gaman að sjá það. Það væri rosalega gaman að sjá það og sjá hvort það myndi ná mér. Það er svona fyrsta. Hvort það myndi ná að elta mig í kringum allt. Upp, niður, hægri, vinstri, í liftuna og upp og eitthvað. Það er spurning hvort það myndi ná því. Pansa segir ég að syngja. Já. Já. Ég þori því samt ekki. Ég ætla ekki að gera það. Nei, veistu. Það þyrfti tónlist undir til að syngja. Já, í rauninni. Það var svolítið erfitt að gera svona ratta þetta hérna svo ég sletti on the spot. Já, líka með 3 kamerur á þér og heilt spotlight, það er ekki mín draumastaða. Það er meira en nóg að syngja heima hjá vinum og ættingjum. Það er meira en nóg fyrir mig. Með símanu uppi, það er meira en nóg. Ástæða af hverju ég valdi að einblína á kameru, vinnu og klipp og allt þannig og eitthvað þannig er bara ég þorið þessu ekki. En nú er þetta tímabil við það enda. Já. Þetta er búið að vera gífurlega skemmtilegt tímabil. Já. Miklar sveiflur og mikið sem kemur á óvart í rauninni. Já. Varðandi leiki. Fyrirfram manni að við tölum það að Þórsarar væru svona fyrir allt saman svona favorite og hérna í rauninni kemur mér svolítið óvart hvað OGVAF voru sterkir og tóku svolítið yfirhöndina snemma á tímabilinu og Þórsarar svona hægt og rólega detta úr lestinni eða samt ekki úr lestinni og við erum að fá hörku skemmtilega deild. Það sem er klárlega toppslagur. Miðjuslagurinn er búin að vera rosalega skemmtilegur á milli Dusty og 354 sem hafa verið að sína rosalega skemmtilega takta og 354 komið rosalega óvart í stórun leikjum og svo langar mér að hrósa Ravík. Ég var ekkert með, skal alveg viðurkenna það, ég var ekkert með háar væntingar en ég var með væntingar, einhvað síðu fyrir nýliðana. Það er náttúrulega erfitt að vera nýlið og koma inn í þessa deild. En Ravík eru búin að spila þetta rosalega vel, koma rosalega óvart og mega bara vera stoltir af sinni þáttöku. Ertu að opna allt dagatalið, drengur? Nei. Ekki segja mömmu. Er ekki leikurinn tilbúin eða? Er ekki leikurinn tilbúin? Getum við ekki farið í leik? Hver leyfði þetta? Ha? Þú sérð ekki neitt? Nei, það sjá þetta allir, af því að kameran er á þér. Einmitt. Nei, sjáðu, síðan bara sittum maður aftur honi og bara svona... Og límir fyrir. Já. Einmitt. Já. Jæja, ég held við ættum að hætta þessu rugli. Já, skulum hætta þessu rugli, skella okkur í leik, seinasta leik tímabilsins og förum bara í þetta. Þór OGVAF leikurinn að hefja seinasti leikur á þessum tímabili, efstu 2 liðin, það er ekkert annað, það er ekkert betra sem við getum fundið heldur en það. Og það er, ég er svo spenntur að ég get varla talað hvað ég er spenntur yfir þessu. Náttúrulega seinast þegar þessi lið mættust þá var 3-1 fyrir OGVAF. Við fáum Bjarna, Rexer, Steb fyrir Þórsarana, Dan, Dansku, PS. Það vantar hljóð í leikinn en það skiptir engu máli fyrir mig. Þarna kemur það. Og við erum hérna með Dan og Dansku saman fyrir yfir Steb og Dansku en vel gert hérna hjá Rexer. Þá kemur Bjarni og setur hann upp. PS mætir þessu listavel. Rexer setur hann upp í hornið, fer fram hjá einum en þar er Dansku mættur. Steb hérna, kemur áfram og þá kemur Dan, missir á hann með PS hérna með skemmtilega snertingu. Dan fer upp í loftið en það er Steb bara mættur. Rexer með gott skot og Dansku! Frábærlega var í honum. PS núna missir á boltanum, Dansku upp. Steb í loftinu, hvað gera hann? Reynir að stenda hann yfir á Rexer. Þar er hann með fast skot. Dan verða í bakvæki sinn. Dansku reynir að fylgja sig Bjarni á móti honum, nær fram hjá honum PS. Við stjórnum boltanum með opið mark. Rexer nær að verja þetta hættilegur bolti fyrir fram að markið. Bjarni og Steb hjálpa stað. PS reynir að fyrir boltan en Dan er fyrir til Rexer. Reynir að koma sókn í gang fyrir Þórsarana. PS hérna gerir mjög vel, setur hann hátt upp í loftið en þar er Rexer mættur.
PS setur hann í þagnetið og dettur skemmtilega niður en það er stef. Dansku hérna reynir sendinguna en Bjarni réttum maður á réttum stað. Setur hann fram hjá PS og setur hann fram hjá Dansku og þá kemur Rexner reynir tvíspölluna og Bjarni! Bjarni potar þessu inn eins og hann er þekktur fyrir Bjarni potari. Rexner hérna frábær sending inn á miðju varnarleiðin. Veit það ekki. Það er bara eitthvað sem að einhver annar getur svarað heldur en ég því að ég er full spenntur fyrir þessu. Hvort að OGVF geti komið tilbaka, hvort að Þórsararnir séu búin að vakna, síðan steinast eða ekki. Stef núna reyna að mynda pressu, PS upplifa vegginn á sjálfan sig, lítið búst fyrir hann, fer í flippið, ætlar undir Bjarna, nærði ekki varið að Bjarna, Dansku missir hann, Dan með skotið og þessi endar inni. Vá! Þvílíkt feik hjá Dan! Dansku minna ég. Ég veit ekki hvort hann hafi verið að feika, en ef svo er, þá var það fagmannlegt hjá honum. 1-1 hérna eftir rétt rúmar 2 mínútur í loka leiktímabilsins. Þetta eru 2 eftirliðin. Þetta verður veisla. Veisla er það rétta fyrir mér. Ég elska veislur bara þegar ég má sitja út í hóttum með kókumjölkinu mína frá Bónus. Rexner hérna sendingin fyrir hérna Rexner skilur þetta eftir fyrir Stef, reynir að koma sér fyrir PS, hreinsar þetta út. Rexner reynir að koma sér fyrir á Bjarna, Bjarni í loftinu, nær svo í þakið, niður á Stef, Stef setur þetta í nála stönginni, Bjarni og Rexner núna, tvísmellan, það er klikkunarskotið, varið af PS. Stef hérna fer upp í loftið, neðan setur hann í vegginn, það er Bjarni, en meistaralega vel gert hjá Dansku. Rexner heldur sókninni áfram og PS þarna með skemmtilega snertingu. Stef fer upp í loftið. Flippið. Hann er rólegur, reynir að fara yfir það, nær því ekki alveg. Rexner og Bjarni hjálpa staðið hérna. Rexner með búst, fer undir, kemst fram hjá Dansku, bömpar PS! Bjarni, hvað er þetta að gera? Bjarni næstu búinn að keyra fram hjá þessu bolta og hann næstu bara kæfa mig hérna. Vá. Já, það er ótrúlegt, þvílík spenna í þessu leik og staðan er 2-1 fyrir Þórsarum sem að mæta hérna sterkir til leiks í lokaleiknum og góð tortiming hérna hjá Dansku, þá kemur PS upp í loftinu, Dani með honum með sendingin en Rexner vel gert hjá honum, Dansku á ekkert búst, fer í þetta samt, fær bústið, þá kemur Stef en Dansku fer fram hjá honum og Bjarni mætir vel. Hættulegur bolti í loftinu, Dan núna, sendir á Dansku, Dansku niður á Dan! Rexner vakandi á bakveggnum, PS heldur pressunni áfram, PS missir hann frá sér þarna, Dansku. Reynir að koma sér í sókn aftur, Bjarni í loftinu, missir hann frá sér þarna, niður á PS, hann fer upp vegginn. Bumpið frá Dan, PS í loftinu, næra bumpinu á Rexner, nei, Rexner núna stjórnar boltanum, ekki fram með Dan, salla rólegt hérna. Stef hérna reynir en Dansku með góða mætingu, setur hann yfir Bjarna og Dansku með sendinguna og það er Dan og þetta er stöngin út og Dansku reynir skotið. Hvernig fer þessi út? Ég veit það ekki, en Þórsarar liggja enda á þessari einsmark forystu eða hvað? Rexner hittir ekki alveg og Stef og Bjarni klemma þeir hana saman eða hvað gerðist? Jú, 161,7. Þeir klemman, Rexner hittir ekki alveg að ramman og hérna Stef og Bjarni klemman hnitmiðað inn. 3-1 Þórsarar í leik 1. Dansku opið mark, Rexner bumpaður, 3-2 eins og við sögðum áðan. Ekki nefna hvað staðan er og hvað hitt liðið er að standa sig vel því að þá skora mótherjarnir. 3-2 hérna fyrir OGVF, ótrúlegur leikur og við förum á stað. Þetta er hérna með gott kick-off og þetta er Bjarni! Mistir af rammanum, Dansku upp við að vekja með klemmuna í þakið. Rexner grípur hann vel, Rexner komur fram hjá Dan, nær tortinguna á hann, Stef í loftinu, setur þetta í bakvegginn, þar er enginn. Bjarni! Frábærlega staðsett skotið hjá honum. 4-2 Þór, 54 sekúndur eftir að þessum leik. Vel spilað hérna hjá Þórsurum og vel góð tenging hérna hjá Stef og Bjarna. Þeir ætla sér greinilega að vinna þennan seinasta leik tímabilsins og þeir ætla ekki að láta OGVF valta yfir sig með þennan fyrsta leik.
Dansku hérna og Bjarni missir af honum. Hvað? Ég held að Bjarni hafi verið að lesa það að Dansku væri að fara að hitta hann og síðan er Bjarni bara að panika og Dansku með galopið markið. 4-3 hérna. Ná, OGVF að jafna hérna í fyrsta leik. Það eru 44 sekúndur eftir. Ég myndi segja að það er nægur tími fyrir bæði lið að skora heilan slatta af mörkum eða þeir vilja það. Bjarni nær klemmunni fram á Step. Step nær skotinu Dansku. Nær að verja þetta og fylgja boltanum hérna á veggnum. Vá, Rexer lesa hann hins vegar mjög vel. Kemur hann ekki fram hjá PS. Step núna upp í loftið. Er Bjarni í loftinu? Nei, bara Dansku af sínum eigin bakvegg gegna. Frábælega gert núna. Ha, býtu. Ha, hvernig varður þetta PS? Ha? Býtu nú við nokkra sekúndur, 5 sekúndur eftir. Rexer hérna Dansku og Step. Á bakveggnum, nær að hreinsa þetta. Dan ætlar að taka þetta upp, hornið sitt, tekur þetta upp. Hann er með nægilegt boost. Hann fer í loftið. Bjarni reynir að drepa þetta. PS ekki nógu nálægt til að bjarga þessum frá gólfinu. Og 4-3 Þór í fyrsta leik. Vá. Því líkur leikur. Bjarni hérna að leika á alls oddi og Dansku fyrir OGVF líka. Frábælega gert. 529 stig hjá Bjarna og 646 hjá Dansku. Hins vegar 3 mörk hjá Bjarna á móti 2. Skotnýtingin aðeins betri hjá OGVF. Þórsurum. Nei. Ef þú horfir á tölunar, þá er skotnýtingin betri hjá OGVF. Reyndar, það er rétt. En Bjarni með 100% skotnýtingu. 3 mörk, 3 skot. Þar bara það. En í seinna leik er ég ekki alveg viss hvað muni gerast á forboðna musturinu. Það er það ég er að spá því að OGVF hérna taki þennan leik frekar hreint, ætla ég að segja. Við förum á stað í leik 2 í forbónamusturinu, það sem allt getur gerst. Dansku hérna, en Step, maður, Dan fer fram hjá honum og fram hjá Bjarna og bara Rexer. Rexer verið á línunni, nær að koma sér fram. Step, ekkert boost, fer í hotboostið hjá OGVF, nær því Dansku, klemmir hann fram. Bjarni nær ægilega góðri snertingu, bömpar Dan af boltanum, PS missir á hann, Dansku með skotið og Bjarni nær að klemma hann undan á pínu með Step. Bjarni ekkert boost. Step lætur Bjarna sjá klemmuna. Rexer framhjá einum, ekkert búst til að fylgja. PS og Dansku pínu skrýtnir hérna og Step er ekki snertingunni. Bjarni aftastur á móti Dansku. Dansku reynir skotið, skemmtileg tilraun, náðu ekki að virka. Bjarni keyrir fram hérna, setur hann hátt upp í loftið, þar mætir Dansku með góða snertingu. Og kemur PS, en Rexer mætir þessu, setur hann niður og Dan kemur honum upp, en Bjarni mætir mjög vel og les þetta vel, hann dettur niður, þar er Step, setur hann niður og þar er... Rexer missir rétt svo af rammanum. Hann reynir að koma sér fyrir á liðspili að Bjarni nær snertingunni. Step fyrirgefur núna. Nær ekki skotinu á markið. Rexer setur þetta í hliðarvegginn á sjálfan sig. Dan er að lesa þetta vel upp hliðarvegginu með boltan. Dan er þar. Núna PS með fast skot. Það er í bakvegginn hjá Þórsurum. Dansku setur þetta út til hliðar á sjálfan sig sem að fylgir honum. Step klemmuna út á PS. Rexer missir á honum. Bjarni núna í loftinu á móti Dan hefur betur nægilegt. Þarna fáum við veiftasið á veggnum. PS hérna með lítið boost og Rexer mætir honum, þá kemur Bjarni, nær stjórn á boltanum en Dan gerir vel. Step þarna fer illa með Dansku, setur hann hátt upp en PS góða vörslu. Dansku er að koma sér fram hjá einum. Bjarni er tilbúinn aftastur. Vill láta Step taka þetta en pínu voru ekki alveg á sömu blaðsíðunni þarna. PS núna stjórn boltanum. Step fljótur að loka á hann. Núna Dansku kemst fram hjá Rexer. Bjarni fljótur að fylgja. Rexer er ekki tilbúinn í þetta. Nær tortímingunni á einum. Dansku fljótur til á miðjunni. Step setur hann fram hjá Dansku, þar er PS, setur hann í hornið. Rexer setur hann út, hættulegt, en þar er Bjarni og Dansku missir á honum. Step hérna sínu horni, fer fram hjá PS og Dan mætir vel.
Bjarni frábær 50 hjá honum. Núna hættulegur bolti fyrir fram að markið hjá OGVF. Rexer situr þetta í hornið, PS lesir þetta, Stef ætlar að taka þetta með sér í hornið, nær 100%. Bjarni er skringilegur hérna, Rexer kemur hann til bjargar, dansku. Missir á hann Dan aðeins á framalega líka. Rexer nær að koma sér fyrir, nær ekki bömpinu á PS. Bjarni fram hjá PS. Dan í loftinu á PS. PS núna situr þetta í bakvegginn. Hver er næstur? Dan tekur stjórn á boltanum. Bjarni á móti PS. PS hefur betur. Stef hérna að veggnum, gerir vel en það er Dan mættur. Þá kemur Rexer, setur hann hátt upp fyrir Stef sem að setur hann á miðjuna fyrir Bjarna og dansku missir á honum. PS tekur stjórn á boltanum og Tortím þarna á dansku. Rexer inn á miðju á Stef. Það er Tortím Bjarna, allt opið. Dansku með opið mark og þarna finna þeir markið hjá OGVF á Þórshorna. Tortímingin frá PS var mikilvæg, dansku óheppilegt þarna hjá Rexer að vera í miðju flippi. Annars hefði hann mögulega getað náð þessu. 1-0 fyrir OGVF í leik 2. Ná Þórsarar að klóra tilbaka. Það er ennþá möguleiki 1.25 eftir þessum leik. Bjarni hérna út, það er bara Dan á móti Stef, fer illa með Stef og Dan skorar 2-0 OGVF. Oj, hvað Dan fór illa með Stef, greið. Dan, þú veist að hann á afmæli, hann á aðeins betra skili heldur á þessa óvirðingu. 2-0 fyrir OGVF í þessum leik. Þetta er stíft fjall hérna, ferið á þungur róður fyrir Þórshorna, en ekki búið. Mínúta til stefnu, miðað við seinasta leik getur allt gerst. Stef, eins og ég segi, allt getur gerst. Stef, galopið mark hérna, miðjunni, skotið hérna fast og örugt, Dan og framalega. Og engin dansku til að verja þetta. Stef einfallega sagði, ég á afmæli, ég ætla að skora og hann gerði það. Já, þetta er bara ég á afmæli. Þeir fáu ekki að gera neitt meira en það. Góð tortíming hérna hjá Bjarna, hann kemur PS og Bjarni með aðra tortímingu. Stór hættulegu leikur þarna sem hann var að spila, en þetta reddast hættulegu bolti upp í lofti. PS með fast skot niður á Rexer sem fer upp hliðarvegginn núna. Nær ekki fram hjá Dan. Dansku hættulegu bolti fyrir núna. Bjarni upp hliðarvegginn, lítið búst, fer illa með PS. Fær flippið, fær fram hjá Dan, stend ekki fyrir, aðeins og föst fyrir. Núna Stef, snúistu við, nærði ekki. Þá kemur OGVF í sókn. Stef þarf að taka hann vel hérna sem hann gerir, setur hann fram og PS mætir honum en Stef nær samt ágæti snertingu. Þá kemur Bjarni. Þetta getur verið seinasta sóknin fyrir Þórshorna. Þeir hafa eitt tækifæri eða ná að snúa þessu núna við. Dan situr þetta inn á miðju. Bjarni reynir að koma sér fram. PS er þar. Rexer drepur þetta niður. Stef er aðeins og framalega. Núna, boltinn er á lífi. Dansku tekur þetta í lofti, vill drepa þetta. Stef nær þessu lengra út en Dan segir bara nei, vill fá sigurinn. Ég virði þetta, en virði þetta samt ekki á sama tíma. En, vá, heyrðu, sástu þetta? Það eru sömu stigin hjá Rexer og Stef, 214 og 214. Það er ekki ofta sem við sjáum þetta, dömminir og herrar, en það gerist. Allt annað leikur heldur við sáum færri mörk núna heldur en áðan. Já, og rauninni bara þéttari leikur, bæði lið svona svolítið á miðjunni að skiptast á að vera með boltan. Já. Og rauninni bara færi sem að nýtast sem að koma. Fátt færi en þau voru nýtt svona að mestu. Þau voru mjög vel nýtt hjá, í rauninni báðum liðum næstu í. Núna þriði leikur hafinn. Rexer í loftinu með bústið, fær flippið á móti dansku, kemst fram hjá honum, hættulegu boltinn núna fyrir Dan, nær að stilla þetta hátt upp og hreinsunin. Dansku nær að fylgja því aðeins meira og ná skotinu með PS. Vá, skemmtileg spil hjá OGVF. Bjarni hérna fer áfram, setur hann á miðjuna, það er dansku en nær samt ákveðin snertingu. Dan setur hann hátt í loftið, er með smá búst en Rexer mætir vel. Bjarni setur hann hátt upp í loftið. Það er 100 búst.
hérna dansku í loftinu, setur þetta í bakvegginn á sjálfan sig, reynir að koma sér fyrir Rexer og Bjarni ekki á sömu blaðsíðunni. Dan reynir sendingan á dansku yfir á Dan, næði ekki, nær bara yfir á sjálfan sig. Hættulegu bolti, dansku nýðist þarna á Þórsörunum. Sjáum við hana aftur, dansku bömpar stef, fer ofan á Bjarna, Bjarni getur ekkert í þessu. 1-0 fyrir OGVAF og Þórsararnir fyrir að koma tilbaka. Vel gert, flott kick-off hjá OGVAF hérna. Rexer upplíðavegginn, við höfum síðan gera margar hluti hérna, næran tvísmellinu, nei, dansku tilbúin í hana. Stef heldur pressinu áfram, reynir að gera eitthvað skemmtilegt hérna, PS og Dan hjálpast aðeins hreinsuna, Bjarni með skotið, Dan nær að verja þetta út, pressan er á OGVAF núna, lítið búst, engin tækifæri, Stef tekur sinn tíma, reynir að koma sér aftur fyrir, nær því, Dan, lítið búst, Bjarni reynir að koma sér fyrir á liðsfélaga, Rexer nær að fá 2 í þetta, Bjarni reynir að koma sér niður á Stef fram í einum, Dan og dansku hjálpast að við að verja þetta, Bjarni með búst, ekkert búst hjá OGVAF, dansku reynir að hreinsa þetta út, Stef ekkert búst til að fylgja og OGVAF sleppa með skrekkinn. Allt í einu er OGVAF hérna komið strax í sókn og Rexer setur hann út, það er Dan með no boost og Rexer gerir vel hérna í vörslunni á lítið boost núna. PS hérna með gott 50, þá fyrir kemur Stef og setur hann hátt upp fyrir Bjarna. Rexer hittir hann ekki en dansku gerir vel. Fer fram í einum, dansku í loftinu, fær flippið. Reynir að koma sér hérna niður og liðsfélaga nærði ekki. Rexer núna á móti PS, hefur betur. Stef reynir klemmuna yfir, dansku ekkert búst, hoppar sér hátt. Stef úr horninu sínu, neglur svo bara aftur tilbaka. PS setur þetta inn á miðju, Dan backflippar, hættulegt. Nær að koma sér burtu frá þessu. Rexer mætir hérna vel. Nær ekki bústinu en nær að trufla aðeins nógu mikið. Þá kemur Dan, setur hann hátt upp. Fylgir eftir en Stef hérna með sendinguna aftur. Það er bara dansku. Bjarni gerir vel. Þá kemur Rexer með sendinguna á Bjarna og Rexer aftur og fer framhjá og dansku með mikilvæga snertingu. Hættulegu bolti þarna sem þið náðu ekki að nýta sér Þórsararnir. Núna Dan setur þetta Bjarna, Bjarni upp í loftið. Nær að komast fram með dansku og PS Dan, ekkert búst, Stef upplíðavegginn, Dan fær 100 bústið sitt og nær snertingunni. Rexer skilur þetta eftir fyrir Bjarna, Bjarni á bakvegginn, dansku er þar til að hreinsa þetta í burtu. Rexer bóttur sig upp, þar er PS á mótunum, hættulegu bolti, Bjarni var aðeins á framalega en grípur hann vel. Þá kemur dansku og Rexer með sendinguna en er hálf klaufanlegur og Dan nýtir sér það og skorar. Æ. Rexer rekst þarna í Stef og fipast þar að leiðandi og Dan nýtir sér tækifærir og skorar. Það var bara enginn á sömu blaðsíðunni hérna, þarna hjá Þórsarunum og leiðilegt að sjá þarna Stef Bjarni, það er rétt svo að verja þetta dansku núna, hættuleg pressan en þeir klemta í burtu, PS neglur sér háttu. Rexer kemur sér ekki fram hjá PS, nær snertingu, ekki nægilega góðri Stef nær blokkinu á móti Dan, PS á dansku núna móti Rexer hefur betur, hættulegu bolti núna, Dan nær að verja þetta út til hliðar og fylgja boltanum, Stef flott 50 á honum. PS flott snerting, Bjarni tekur bústi af honum, blokkar sér háttu, kannski fyrir Rexer. Rexer nær að taka snertinguna en það er Dan bara mættur og setur hann fyrir. Stef kemur honum út en það er bara dansku. Náður að gera eitthvað? Nei. Stef hérna missir á honum, þá kemur Rexer sem að fer illa með Dan. En OGVAF aftur sleppa með skrekkinn. Rexer missir á boltanum þarna, nær að klemma honum með Stef upp í lofti, Dan á bakveggnum, nær að hreinsa þetta út. Rexer reynir að koma sér fyrir, Dan nær einhvern veginn snertingunni, Bjarni að reyna að komast tilbaka, missir á boltanum Rexer, reynir að finna Bjarna, nær því ekki og þarna aftur, þeir eru oftar en ekki Þórsararnir ofan í hver öðrum, númer 1 og númer 2. Rexer og Bjarni hérna bara saman í þetta, dansku setur hann út. Bjarni reynir hérna snertingu en það er Dan bara og hreinsar þetta út. Rexer hérna setur hann hátt í loftið, það er lítið búst núna hjá Þórsurum. Lítið sem ekkert fyrir
bæði lið. Þetta svart fyrir Þórsarana kannski. Nei, þetta úti, leikur 3 úti. Fáum við eitthvað mark hérna? Nei, kannski Stef nær neglir sig fram. Boltinn snertir þarna jörðina. 2-0 OGVF í leik 3. Bara, ég veit ekki hvað skal segja, PS, jú, 82 stig, en þetta allt í rauninni snertingar. Dan og dansku áttu þennan leik. Þeir algjörlega áttu þennan leik, enginn átti möguleika í þá. Sjáum 2 mörk frá Dan, 2 stóðsendingar frá dansku. Við höfum oft sagt hvað þetta D-duo geggjað hjá OGVF. Þú finnur ekki betra í deildinni heldur þessa 2. Hárrétt. Núna komið að 4. leiknum á Ping völlum og allt undir fyrir Þórsarana. Ekkert leiklega, bara beint í partíið. Stef vill koma sér örugglega beint aftur í partíið, þannig að þeir vilja annarkvort bara vinna þetta núna 2 leiki, myndi ég að segja. Rexer fljótur að reyna að mynda svo, nær ekki í neinu. Stef að koma sér fyrir á Bjarna bara ekki tilbúin í þetta. Dansku hérna með skemmtilegt 50 og Stef hérna. Heldur áfram, stildur hann í hlíðaveginn, farið bara PS, mættur á lítið búst, en fer fram hjá Rexer og Bjarni nær honum. Dansku stildur hann niður á beint fyrir Bjarna og Dan hátt upp í loftið. Rexer nær góður í vörðan á móti Dan. Stef upp í loftið fljótur, bömba PS hana, flott hjá Rexer. Vera pínu líkamlegir núna. Rexer bara salla rólegur hérna. Stef stillur þetta í hornin sitt upp í hliðavegginn. Dan að halda pressunni á Þórsurunum. Flott pressa hjá OGVF núna. Náðir að uppskera. Já, þeir ná að uppskera úr þessari sókn, úr þessari pressu. Þórsararnir komust ekki yfir 1/3 af sínum vallarhelminginni. OGVF 1-0 sýna hérna snilldarlega pressu á móti Þórsarum og að fara allavega langleiðina með það að klára þennan leik. Þórsarar þurfa að koma hérna og svara, þeir þurfa aðeins að uppa tempóið. Ég að fá pínu déjà vu með við hvað að gerast. Þetta nákvæmlega hvernig þetta fór senast þessi 2 lið mættust og Þórsarar að vinna fyrsta leik og OGVF vinna rest. Það að fara að gerast aftur eða ná Þórsararnir að snúi þessu við? Stef hérna, PS gerir vel, þá kemur Bjarni en PS aftur með gott 50. Dan hérna reynir skotið, Rexer setur hann í loftið. Dansku hins vegar fyrstur á hann. Rexer missir á honum og þá missir PS á honum í leiðinni. Stef nær hins þetta út af Bjarna. Bjarni upp í lofti, fer í bumpið á dansku, missir af honum. Stef núna heldur pressunni gangandi. Dan stýttur þetta langt fram. Rexer, ég veit ekki hvernig hann að reyna að finnur hann að Bjarna. Boltinn dettur fyrir fram á markið. Stef nær snertingunni, dansku missir af honum. Rexer setur hann út, bara beint á PS. Bjarni kemst fram í einum. Stef hoppar sig upp fyrir Bjarna sem skilur þetta eftir fyrir Stef aftur. Dansku missir á honum. Stef núna einn á móti marki. Boltinn lekur hann yfir á Rexer. PS nær að gera vel en hann dettur niður fyrir Bjarna sem að stefnir stendingun og Stef skorar og jafnar leikinn fyrir Þórsara. 1-1. Þarna kom það loksins fyrir Þórsarana. Bjarni frábær sendinganna á Stef. Nákvæmlega það sem þurfti. Stef á sömu blaðsíðu. Þórsararnir loksins búin að finna sömu blaðsíðuna í bókinni. Í norrænni góðafræði loksins búin að finna það. Og gott bömp þarna hjá PS á Bjarna. Rexer. Bjarni hann hérna með skemmtilega snertingu en Rexer fyrir til. Fer fram hjá PS. Stef hérna á lítið búst. Dansku bara keyrir fram hjá honum og skilur eftir fyrir Dan. Dan keyrir bara líka fram hjá honum en grípur hann aftur. Bjarni núna nær góðu 50 með PS þarna. PS upp í loftið. Móti Stef nær undir hann. Rexer setur þetta út til hliðar á sjálfan sig. Dansku það, klemman Þórsarum í hag. Dan tekur þetta alveg tilbaka. Fær 100 bústið sitt. Dan með flippið nær að koma sér í hliðarvegginn á PS sem missir á hann. Dansku setur það í bakvegginn hjá Þórsarum. Boltinn hátt uppi. Dan nær snertingu, nær hann að fylgisu. Stef klemmir með honum hana út til hliðar.
Rexer situr þetta í hliðavegginn sinn. Bjarni ætlar að sitja aftur upp hliðavegginn, með búst, fær hann flippið hérna, já, nær hann skotinu, nei, Rexer núna sendir báða fljúandi hjá OGVAF, boltinn flýtur fyrir framan markið, Dan situr þetta rétt svo í slána, Stef heldur pressunni áfram, Rexer núna situr hann hátt upp fyrir Bjarna, aðeins og hátt kannski, Bjarni reynir að ná seinni snertingunni, nær því ekki, OGVAF ná að leysa þessa pressu, já, Stef með 100 búst, nær hann að gera eitthvað sniðugt með þennan loftfimleikarnir hjá Stef eru mjög góðir þarna. Rexer fyrir vegginn móti Dan, nær að fá lesa hann mjög vel og nær seinni snertingunni þarna. Dansku fer upp, PS setur hann hátt upp í loftið, setur hann yfir Bjarna en Bjarni er fyrir til. Þá kemur Stef og Rexer missir af honum, þá kemur Dansku. Stef þarf að taka hann hérna með lítið búst, heldur sig vel upp boltan, nær góðu 50. Rexer nær ekki seinni snertinguna, Dansku fylgir boltanum, Bjarni nær þessu, Stef með fast skot í bakvegginn, Dan nær að lesa að Bjarni er aftastur til að ná grípa þennan vel. Fer ekki fram hjá Dan, þá kemur PS. Kemur hann hins vegar fram hjá Dansku, er hann með tvísmölluna, nei, þvílík vasslein, Dan er þetta til þess að skora! OGVAF eru konir 2-1 yfir þegar rétt tæpar 30 sekúndur eru eftir. Afslæki orðbræðin, rosalega er þetta ógeðslegt í OGVAF að þessi skuli leka svona út á Dan. Óheppilegt fyrir Þórsarana en 30 sekúndur, Rexer fær bústið á kickoffinu, gera hann eitthvað með þetta, kemur sér niður á Bjarna sem grípur hann vel, kemst ekki fram með Dan, ekkert búst, Stef með bústið í loftinu á móti PS, nær hann að koma fram hjá honum, flott 50, Dansku upp í loftinu á móti Rexer nær að vera fyrir til, Bjarni núna, heldur pressinu áfram, lítið búst fyrir OGVAF menn, Rexer með fast skot og Þórsarar jafna, 6 sekúndur eftir og Þórsarar ná að jafna þetta. 2-2 hérna, þvílíkur leikur sem við erum með hérna, þvílíkur endasprettur, 6 sekúndur eftir, er 1 mark eftir í þessu, Dansku hérna. Boltinn þarf að halda á lífi, Bjarni reynir klemmuna, Dan núna niður á Dansku upp í loftið, PS með bústið, heldur sér lifandi, nær ekki að koma sér rétta átt og þeir drepa þetta núna uppbótartími, leikur 4. Líflína Þórs hangir á bara litlum þræði. OGVAF geta farið með sigurinn heim í þessu loka viðureign. Rexer hættulegur bolti fyrir. Þeir ná að verja þetta út. Stef nær að koma sér yfir. Rexer lítið búst en nær hann að fylgja þessu. Já, Dansku hefur betur á mótunum. Stef kemst fram hjá honum. Núna kemst fram hjá Stef, kemst fram hjá öðrum. Bjarni nær þessu niður á Rexer sem hann fer undir Dan. Dansku er vakandi á línunni, Bjarni ekki nægilega gott 50 á móti Dansku, Stef heldur pressuna áfram, PS neglir þessu beint í Stef, Rexer núna í loftinu, skilur þetta eftir fyrir Bjarni upp hliðavegginn, PS setur þetta út í hornið hjá Þórsarum. Stef kemur hérna, fer hátt upp í loftið, fer ekki fram hjá Dan og þessi er dettur hálfleiparti niður þarna og Rexer kemur hann út, Dansku og Rexer missir á honum. Flott bump hjá Rexer, Dan setur þetta upp, veggir sér nær kostuminu á Rexer skonar réttu megin, fær ekki bústið sitt, setur þetta hátt upp á Bjarna sem að fjara ekki með bústið, Dan með skotið, hættilegu bolti núna fyrir framan markið, Rexer ver þetta, PS núna, setur þetta í hliðavegginn, Dan með skotið, Stef ver þetta út, Rexer á hliðavegginu sínum, tekur þetta rólega, fær 2 OGVAF menn í þennan, þeir þurfa að nýta sér þetta núna, Þórsararnir, þeir eru með lítið búst, Dan heldur pressunni áfram, Stef skilur bústið eftir fyrir liðsfélagann sinn, Rexer upp í loftinu eftir sendingu hjá Stef, Rexer reynir að fylgja svo móti Dansku hefur betur, reynir klemmuna, Bjarni hefur betur á hliðavagnum, dettur fyrir framan PS, Stef í loftinu, nær að verja þetta úti á hliðavagginn og sjálfan sem missir á boltanum þarna. Dan hérna með gott 50, þá kemur PS, setur hann hátt upp í loftið og Dansku hérna nær ekki snertingunni, Stef setur hann út og Dan hérna alveg út í hornið, þar er Bjarni bara, fer fram hjá Dansku, þá kemur PS og setur hann í hliðarhornið og það er Bjarni og Dan. Nær að verja þetta rétt svo, Stef upp hliðavegginn hjá sjálfum sér, reynir að koma þessu yfir Dansku, nær því PS er rólegur, tekur þetta upp í loftið, Rexer fljótur að reyna að loka
bilinu þarna, Bjarni í loftinu með skotið. Rexer núna með tækifæri, fær 2 OGVAF menn í þetta. Dan nær að verja þetta út, Bjarni er með tækifæri, sendi ekki niður á Rexer. Nær ekki skotinu, dansku verða. Stef heldur pressinu áfram, reynir að buppa Dan, hann nær því, dansku nær að verja. Núna, hver er næstur? Rexer, alpínu ókveðin. Stef setur þetta upp á dansku og núna OGVAF menn komnir í sóknina. Hvernig sluppuður með þetta? Þórsararnir, boltinn lagað fyrir frá markiðum dansku. Heldur pressinu áfram fyrir OGVAF. Rexer, nú nær að verja þetta út. Bjarni hjálpar til með að hreinsa þetta. PS með búst, reynir skotið. Bjarni og PS klemman út á Dan. Dan upp í loftið, Stef er böppaður. Bjarni nýðist hann aðeins og dansku. Rexer með búst, kemst fram hjá dansku. Hættilegu bolti núna, dansku nær snertingunni. Bjarni missir hann aðeins svo langt frá sér. Dan fær 100 bústið, Rexer með klemmuna. Þessi nær ekki að líka inn en Stef, kannski nær hann að klára. Nei, sláinn ekki með honum. Bjarni nær að skora. 3-2, 3 mínútur í uppbótartíma, overtime, gullnamarki, hvað svo vilt kalla þetta. Og Þórsararnir ná að halda í þetta. Þeir lásu svo sannarlega til í dag OGVAF og Þórsararnir loksins. Því líkur leikur. Og dansku og Rexer eru báðir með 616 stig. Og Stef með 612. Hann er með 4 skot, 1 mark, 3 vörslur. Rexer 4 vörslur. Dansku 3 vörslur. Yfir á vallar er eiginlega bara hnífjamnt aðeins í hag Þórsararna. En það er leikur 5. Ég get ekki sagt þér hver vinnur það. Það er bara, ég get ekki sagt þér það. Ekki eftir þennan leik. Leikur 1 var Þórsararnir allan daginn, eða svona eiginlega. Leikur 2, hnífjafnur að mestu leyti, þangað til í endan. Leikur 3, OGVAF. Leikur 4, hnífjafn. Hvað gerist í leik 5? Hver veit, þvílíkur endir á þessu kvöldi, þvílíkur leikur. Þvílíkt og annað eins. Þetta er bara, þú gætir ekki einu sinni búið þetta til þó ég klárlega gerði það í handritinu. En við förum á meistaravöllin í annað skipti í kvöld. Hefði mögulega verið 3. skiptið, hefði Dusty ekki forfitað gefið leikinn á móti Ravík. En við erum komin í leik 5. Þetta var eitthvað skrítið kick-off hjá OGVAF sem er að virka. Bjarni nær að verja þetta eftir að Þórsararnir lendir á bakfætinum eftir kick-off. Bjarni fulla stjórn á boltanum, reynir að fara undir Dan, nær því ekki. Rexer upp liðavegginn á móti dansku, hefur betur. Dan núna dansku lífar, PS lífar. Þetta má, þeir ætlast, sýnist mér að restarta leikinn. Þeir segja restart, þetta er innan marka, þannig að það er restart. Ég veit ekki alveg, það kannski útskýrir, það hlýtur að eitthvað hafa gerst í byrjun. Þess vegna var kick-offið svona skrítið, það hlýtur eitthvað að hafa gert. Server vandamál segja þeir, þannig að skiljanlega vilja þær henda í þetta aftur og skila bæðið lið, vilja ekki grípa sér einhvern hagnað í þessu seinustu leikur tímabilsins og leikur 5 af öllu. Þetta er líka pínu að setja fyrirmyndina fyrir playoffsinn 30. nóvember, en leikur 5 núna hafinn af fullum krafti. Fyrsta tókningin komin í hús. Dansku hérna með sendingun á Dan sem framlengir hann, en þar eru Bjarni og Stef sem að fara báðir í hann. PS hérna, Rexer á lítið búst. Gerir vel, þá kemur Stef, en dansku mætir, fer upp vegginn. Og það er Rexer sem kemur honum út. Þarna er Tortívíkinn, PS missir á honum. Að opna fyrir Bjarna og sendingun á Rexer sem setur hann í vegginn. Og PS þarf að setja hann upp. Dan hérna heldur áfram. Og þá kemur dansku, Bjarni setur hann til hliðar, Rexer hérna og PS, Stef hérna setur hann út, Dan, en vel gert hérna hjá Stef. Stef setur hann í hornið, þá kemur Bjarni, heldur áfram, PS fer með hann tilbaka, setur hann upp í loftið. Rexer hérna fær 100 boost, setur hann upp. Á góða snertingu hérna, reynir að búa okkar til og sendinguna, en
Vel gert hjá dansku. Dan nær að koma sér fram, Rexer tekur 100 boostið sitt upp í loftið hérna. Hvað gerir dansku með opið mark? PS! Vá! Fallegt skot hérna! Vá! Frábær sending frá dansku. Og frábærlega skoti hérna frá PS. Ég vissum að 120 km hraði. já, eftir að rítarækta, ef við leyfum okkur slettu, ég hef ekki ennþá fundið íslenskt orð fyrir rítarækt. En endurvarp, aðeins og langt, en stef hérna af bakverðum sínum dansku, Þorsteinn Daf stef, núna Rexer yfir PS. Dansku spónar réttu megin, næra neglunum fram, Bjarni heldur pressinu áfram, Dan upp í lofti á mótið stef nær snertingunum, nær ekki tvísmellunni, Bjarni stillir þetta á bakveginn, Bjarni nær snertingu, dansku nær ekki að koma sér fram hjá Rexer. Rexer núna í loftið, nær skotinu, dansku varið á línunni, stef aftastur fyrir Þórsarana, nær ekki fram hjá Dan, dansku hann er að hins þetta lengra fram. Þá kemur Bjarni hérna og Dan gerir vel, stef hérna heldur pressunni áfram og dansku kemur hann út, þar er Rexer en dansku með gott 50 og PS hérna er á undan og stef með því að góða vörslu. Dan í loftinu, reynir að koma sér fyrir, Rex missir á boltanum, stef setur þetta hátt upp, dansku er með búst til að fylgja, Bjarni nær fínu 50 á mótunum, dettur í hendurnar hjá Dan. Núna, Dan fyrir í loftið, hann fær flippið úr þakinu, nær ekki að nýta það, dansku fyrir fliðavegginn á sjálfan sig, kemst fram hjá Rexer, nær að koma sér fyrir á liðsfélaga, nei, Rexer með tíma, með smá búst, reynir að nota PS-landa til að hjálpa sér, nær því ekki, stef reynir að koma sér fyrir, PS missir að hann, dansku fyrir þetta upp á sjálfan sig, nær að fylgja boltanum. Rexer hérna með gott 50 en Dan kemur honum vel fram, stefnar í 100 boostið og tekur á móti þessu og kemur fram hjá Dan en það er bara dansku mættur og Bjarni og Rexer fara báðir í hann hérna. Þetta er ekki það sem þú vilt gera, þú marki undir og 2 mínútur eftir fyrir Þórsarana. Þetta er að verða þungur róður en Dan, þetta dettur í hendurinn á honum, stef ekkert búst aftastur, Dan hittir á ramman. 1 mínúta og 50 sekúndur eftir í leik 5. Þórsararnir á bakfætinum og OGVAF virðast vera með bara alla tauma strekta núna í þessum leik. 2-0 OGVAF hérna, Þórsararnir fyrir að koma sér af stað í þessum leik. Að spila hörkuvel hérna, leikur 5, þeir verða að gera eitthvað hérna Bjarni en þá kemur Rexer, setur hann hátt upp í loftið og dansku missir af honum og Rexer hendir í stönginni og stef nær ekki að setja þetta á ramman, Bjarni upp hliðavegginn, Bjarni núna nær 50 á móti PS, dansku setur þetta tilbaka á liðsfélaginn, það er bara Bjarni með skotið, Dan og dansku hjálpast að við að hreinsa þetta, dansku nær að komast fram hjá Rexer, nei fyrirgefðu stef, Bjarni reynir að komast alveg yfir, ætlar hann að klemma hann reynir það, kemst ekki fram hjá PS reynir að koma sér fyrir Dan, tekur við boltanum á miðjunni, sem ætlar að koma sér á miðjunni á liðsfélag, nær því ekki, stef nær snertingu, dansku fyrir yfir að Rexer er aftastur, nær snertingu, nær að fylgja boltanum líka. Dan hérna heldur áfram, setur hann út til hliðar, fer fram hjá stef, á lítið búst, stelur bústinni í horninu hjá Þórsarunum, þá kemur Rexer yfir á stef, stefið með hann, finnur hann Bjarna, nei, Dan hérna. Bjarni bömpaður af dansku í loftinu, nær skotinu, stef verið þetta, Dan núna reynir skoti, stef verið þetta aftur, dansku stilur bústinu, PS með skoti, Bjarni ekki tilbúinn, 3-0 OGVAF, 30 sekúndur eftir. Ég vil ekki segja það. Ég held þetta sé komið hjá OGVAF, 3-0, 30 sekúndur eftir. Þetta er afskaplega þungur róður hérna fyrir Þórsarana. Þetta er ekki búið, ég er að channela inner dingo hérna inn í mér, þetta er ekki búið fyrir þetta er búið. Þvílík klemma hérna hjá PS, rétt missir á honum, þá kemur Rexer, setur hann upp, dansku hérna missir á honum, þá kemur Bjarni, nær annari snerting og þá kemur stef! Já, stef, 15 sekúndur eftir, nær að finna loksins markið sem að Þórsarar hafa þurft að vinna svo mikið fyrir. Er þetta það sem þið þurfa til að snúa þessu við? Þeir gerðu það áðan,
Geta þeir gert það núna með 15 sekúndur? Það væri eitthvað. Það væri saga. Það væri svo sannarlega saga. Stef núna reynir skotið. Danskur kemst í veg fyrir það. Þeir þurfa að skora núna. Núna. Nei. Þetta er búið. Eins og Paxol sagði. GG. Og OGVAF tekur þetta í 5. leik og enda þá með hvað? 20 stig á toppi deildarinnar. Ég ætla að fact-checka eitt áður en ég segja það. Og það ég er dálítið mikið bara fyrir að segja eitthvað. Já. OGVAF hefur ekki tapað leik. Eða segja viðureign fyrir ekki á þessu tímabili. Og í alls hafa þeir tapað núna. Þeir hafa tapað þá... Vá, þetta eru 2, ég nenni ekki einu svona að reikna þetta en bara nokkrum, einum leikjum. Einum leikjum hafa þeir tapað. Þeir hafa svo sannarlega sýnt fram á það að þeir eru toppliðið þó að ég held að flest allir kastararnir hafi sagt að Þórsararnir myndu enda á toppnum. Við gerðum allir svona prediction fyrir tímabilið. Ég hefði átt að vera búinn að skoða það áður en að allt kom, en það getur ekki alveg verið frábær. Ég er ekki alltaf frábær, en ég getur verið frábær. Annað en það, vá, hvílík viðureign hérna sem við vorum með. Vá. Röddin er búin. Röddin er búin, en tímabilið núna dregur að enda þó að við hins vegar næstu að enda. Við erum náttúrulega með playoffs, eins og við köllum það, 30. nóvember, þar sem að þá við höfum OGVAF, Þór, Dusty og 354 sem munu spila þar. Það verður frábært. Það er LAN sem að verður hérna niður í Arena, þannig að ekki láta þig vanta 30. nóvember, myndi ég segja bara. Annað en það, ef við ekki bara renna fljótt yfir hvernig tímabilið er eftir 10 umferðir, hvernig stigataflan er, þó ég held að við vitum flest öll hvernig hún er. Stigataflan er náttúrulega OGVAF á toppnum með 20 stig. Þeir hafa, ég ætla að segja þeir hafi tapað þá 8 leikjum, allt í allt. Já, 8 leikjum. 8 leikjum, allt í allt, ættu þeir, sýnist mér að hafa tapað pluss mínus eitthvað. Þórsararnir með 14 stig, Dusty 10 stig, 354 8 stig, Ravík rétt á hælum þeirra með 6 stig og Kvikk 1 sigur á móti Ravík með 2 stig. Þetta er búið að vera frábært tímabil ef ég segi fyrir sjálfa mig og líklega fyrir hönd þína líka, Fenrir. Ótrúlegt, bara þvílíkt og annað eins, liðin, spilið, tildrifin, allt saman. Tilþrifin hafa verið frábær þetta tímabil. Mér langar líka að þakka náttúrulega Snorra og Breimari hinnu teiminu á móti okkur. Þetta er búið að vera frábært líka að horfa á þá, lýsa og kasta hvernig sem hún vill kasta þetta. Þeir hafa líka standið sig frábærlega og teiminu okkar bakvið Serial. Keat er núna í bakvið, hún er í Óvats teiminu. Þannig að takk Keat fyrir að koma og bjarga okkur í kvöld og síðan vil ég náttúrulega, við megum ekki gleyma okkar bestu Steb í stjórninni og Kartöflu sem að líka stendur oftar en ekki bakvið tjöldin hérna og sér allt þetta í rauninni. Þetta er laugardagurinn 30. nóvember. Við erum með OGVAF 354 í fyrsta leik, Þór, Dusty í seinni leik og síðan er náttúrulega þetta virkar, við erum með losers bracket líka, þannig að sá sem að tapar, segjum sem svo OGVAF tapi á móti 354 og Þór tapi á móti Dusty, þá eru aftur komið Þór og OGVAF í losers bracket. En það verður 30. nóvember, við munum sjá ykkur þá áður en ég gleymi því. Ég vil þakka styrktaraðan okkur Red Bull, Bónus, Oat King og ekki má gleyma Gearverk. En takk fyrir frábært tímabil, sjáumst 30. nóvember hérna niður í Arena og njótið kvöldsins.